Ég veit það ekki. Ég er ekki myndið að auka mikrofón. Viltu taka að gerast? Þarna kom það. Þetta mættur. Svona að byrja úrslitin, maður. Þetta þarf að vera vesen. Verið velkomin, það er komið að úrslitum Frís 2024. Ég heiti Kristján Einar, með mér er morgunhanni þjóðarinnar Egill Blóter og minni hlutafinn af tveimur í vörumerkinu Jói P. og Króli. Það er Kristján og, já. Við byrjum bara þar. Hann er að klára það hann? Nei, ekki. Eru menn að gera sig í gangina? Djöfull eru menn að gera sig í gangina, maður. Ábyrg. Ég held að þetta væri eitthvað sem maður gerði þegar maður kláraði drikk, en ég var ekki búinn með það. En ef þú ert að tala um eitthvað þá þarftu svo að blása, skilur þú ert að taka alveg blása. Þetta átti að vera nettið þegar ekki? Já, ok, veitu, taktu alveg upp, alveg bara klára þér og drekkt þetta aftur, hérna, alveg niður, ok, hérna, og svo blæstu og blástu. Blása? Já, og settu svo yfir hausina þér. Akkur blæsi yfir? Settu yfir hausina, þá tekur allt sem er ofan á, þá getur þú sett yfir hausina þér og svo komið drópi. Má ég sjá? Já. Yeah! Þarna! Takk fyrir. Nú er ég mættur. Sorry, það er allt út í Red Bull hérna. Hvað eittuð þið miklum tíma í að undirbúa þessa opnun? Þið voru búin að slökkva á mæknum mínum. Já. Kitti vissulega ekki standa sig alveg nægilega vel þarna. Nei, sorry. Vikina, en þú veist, svona er þetta bara. Þú hefur tjöggað betur. Já, bara miklu betur. Ég líka, þetta svo fyndið, alltaf því ég drekk eitthvað kólsýrt þá tárast ég alltaf. Það gera það allir, held ég. Ok, geðvitt, það er gott að Það vita. sé bara ekkert eitthvað, þú veist, það er ekki allir það. Gerðu það? Þú veist, jú, ég er samt ekkert mikið bara að taka eitthvað og slátra það á einhverjum sekundum, sko. Nei, en þú veist, ef maður tekur bara nokkra gúlpa eða einhverju sódavatni eitthvað að tárast fólk, sko, Getur alveg gert það, Fá þið líka svona vindtár, það sem eru út einhvers staðar og það er bara alveg, þið byrja bara að tárast. Já, 100%. Geggjað. Það gerist alltaf á Ertu búin að vera bara alla ævi að halda að þú væri svo eini sem maður myndi Nei, gera en ég held að það væri ekkert eitthvað allir. Nei. En það greinilega eru bara allir. Já, ég held að það sé bara eitthvað sem er líkamlegt bara, þú veist, Viðbragð bara. Já. Ok, það er gott að vita. Já, hei, geðveikt maður. Frábært tími sem er að gera þetta, það er úrslit! Það er úrslit Frís, halló! Má ég fara í það núna, eða? Já, ég bara... Eru við komin þangað? Já, við erum komin þangað. Er þú að stjórna þetta eða ég? Þessi gæði, sko. Ég fílaði Kitta prífum betur, sko. Það er bara að segja þess að svo er enn. Það er, eins og Kristján Óli kom inn og hérna rétt á hann. Það er úrslit Frís. Sagðirðu Kristján Óli? Kristinn Ok. Kristinn Óli. Ég heiti Kristján. Heyrðu þú Kristján? Ég heyri Kristinn, sko. Ok, gott. Það er gott að heyra. Herru, hérna, hann mætti í mín business. Svolítið hrifnir. Nei. Þetta er nokkuð mjútað. Nei, ekki mjúta mig. Þannig að þetta sé allt komið. Nei, þú getur ekki talað. Hérna... Akkurat, klárt. Það er alvöruleikurinn í kvöld. Já. Þetta eru liðin sem eru búin að vera langbest fram að þessu. Já. Það er stemming með báðum liðunum. Við erum alltaf að tala um sigursælasta lið Frís frá upphafi Tækniskólan gegn FSU. Og þar, máttalega kveikju þar aftur getum við. Ég er bara búin að þið, sko. Okay. Þarna erum við með geggja matchup. Heldur betur, ég meina, ef við tölum bara hreint út þá náttúrulega kannski Tækniskólinn, við erum alltaf verið að fara inn í þetta. Tækniskólinn er að koma kannski aðeins inn í þetta sem smá favorit. Verandi búin að vinna hann titil tvisvar, eru búin að vera bara mjög sannfærandi í sínu leikjum hingað til. Þannig að ég er spenntur að sjá hvernig andstæðingarnir koma inn í leikinn. Já, þetta er líka bara, við erum bara að fá mikið af sópum. Ég vonast alveg innilega eftir því að við fáum bara oddaleik hérna. Hreinan oddaleik. Við verðum að fá oddaleik, sko. En það eru náttúrulega breytingar á, eða ekki? Sko, ef við bara tölum aðeins bara hvernig kvöldið spilast. Og fyrir ykkur sem eru að horfa á Frís í fyrsta skipti, þetta er svo geta best of 3. Það er að segja að það þarf að vinna 2 leiki af 3 til þess að sigra í kvöld. Ef það bara leið á að koma 2-0, það máttu vera 2 leiki, þá spilum við ekki 3 leikin, svona fyrst þetta eru úrslitin. Það er þessi byggar sem maður getur ekki að ná að lyfta hérna, sem er í boði. Þetta er sturlasla þungt, sko. Ég datt úr sætinu. En veitu, var þetta raunveruleg lyfta? Þetta var raunveruleg, ég var eitthvað að reyna að vera... Ertu rétthentur? Já. Já, þarna ertu. Ég var í leikum í morgun í skólanum, sko. Þú rétti byggarinn eftir. Ég get alveg tekið þetta svona. Nei, með annar. Það er ekki nett að rétta með báðum. Ég var í leikfimi í morgun. Leikfimi kallið. Já, hann var í leikfimi í morgun. Þetta getur ekki byggað borði. Nei, ég var í handstöðum og okkur svo drastli. Ég er alveg að deyja þetta. Ok. En það er eitt tilræði sem ég ætla að gefa fólki. Ef þú ætlar að vera vinnir í lífinu, ætlar að vera að vinna byggar, þá ætlar allavega að geta lyft þeim. En
Við spilum í 3. Herru, já. Já. Nú getur haldið áfram, sorry. Ok. Nice. Takk. Hey. Nice. Ekkert eðla gott. Það er svo illt. Það er líka bara svo rauðið í frá. Ég var að reyna svo mikið á mig. Sko, fríleikir, nú fólk heima bara hvaða hálfvitar eru þetta. En við erum búin að kynna það. Morgun hann inn og hlutafinn í OP og Króla. Fríleikir, Valorant, Counter-Strike, Rocket League. Fyrsti skólinn, að vinna 2, saman það er 2-0 eða þá 2-1, sigurveri. Og mér skilst að röðin í kvöld sé bara klár. Okay. Þannig við getum bara talað um það. Nice. Við byrjum á Valorant. Það er síðasti Valorant-leikurinn í sögunni. Það er allavega í bili. Við munum aldrei sjá ult aftur, pælið því. Nei, það er smá leiðilegt. Ég geti bara fellt tára núna. Er það smá leiðilegt? Nei, það er aldrei leiðilegt. Síðan er það leikjana CS og svo er það náttúrulega bara oddaleikurinn sem að býr til bestu oddaleikinn. Það er Rocket League. Hann var geggjaður núna síðast. Það var sturla. Við stum kíkja yfir brakketinu og sjá hvernig liðin komist hingað. Ef við fyrir með tækniskólan, slóðu út FVA, sópuðu þeim, ríkjandi meisturunum. Og já, undan því búin að slá út FB 2-1. FSU hins vegar fóru, auðvitað í gegnum menntaskólan og Tröllaskaga í 8 úrslitum, en þvílíkur leikur sem við fengum hérna fyrir viku þegar FSU og FG mættust og hann fór alla leið bókstaflega. Já, hann gerði það. Þannig að þetta eru 2 bestu liðin bara hér í kvöld. Þetta er ekkert flókið. Svona fyrirkomulega býður upp á það. Við endum með úrslitaleik og það er úrslitaleik en alltaf. Þetta er bara sanngjarn úrslitalegur, bara eins og það á að vera. En líka bara upp á kontekst, ég er búin að rugla svolítið mikið hérna. Ég spennust því hjá mér í svona hátt vegna þess að við erum að hlaupa inn í, það verður að ringi mig einhvern áttur. Og við erum að Þetta er erfitt. Væri hann með síman í vasanum í Gettu betur? Já, ég er þetta... Í úrslitu Gettu betur Já, bara? ég var það. Já, og myndan taka hann upp úr vasanum og segja það er verið að ringi mig, hvað er ruglir í gangi? Nei, en mér líður bara miklu betur með ykkur. Vissulega, við skiljum Nei, ég ætla að segja, tækniskólinn gæti verið að vinna sinn 3. titil hérna á 4 ára. Já. Þetta er 4. ára sem við erum að gera þetta Það saman. er bara búin að vera að basically pakka þessu frístæmi saman. Gjörsamlega. Já, bara tækniskólinn stendur þetta nafni það. Geti hægt að fikta í byggarnir. Þú veist, ef þú missir henni eitthvað, við erum ekkert að fara að ná að lyfta honum aftur upp á borð, sko. Ég er alltaf ekki að fara að geta það. Nei, það er alveg. Nennir þú að prófa að taka svona... Bara með annari? Já, en þú verður sko beinhendi og bara... Þetta er svo djöfullin. Það er svona. Það munar vel svona miklu á... Þú átt ári í mig, þú átt nokkur ári í mig. Þú veist, ég get lyft þessu svona, sko. Já. En ég bara, beinhendi er bara ekki séns, sko. Það er nú bara bakið hitt. Við viljum ekki fara að fá brjóskljós í beinni hérna. Æja. Það er Valorant fyrst. Og sko, málið er það sem er svolítið áhugavert þegar við skoðum þessi lið innbyrðis. Tækniskólinn endaði í 3. sæti í sínum riðli í undankeppninni í Valorant. Liðin mættust í undankeppninni. Þar vinnur tækniskólinn. Alveg eins og í CS, alveg eins og í Rocket ef ég maður rétt, maður segja. En það er eitt risastórt enn hérna. Á pappír, fyrirfram, lítur þetta út eins og tækniskólinn sé bara eða sópa enn 3-0 með undankeppnina. En það er risastórt ennarna sem er, þú veist, CS fyrir framlíkingu. Valo er 13-10, Rocket League fyrir 2-1 í best of 3. Þetta er allt búið. Og sagan segir að það hafi vanta leikmenn í lið FSU. Í Valorant, eða ekki? Jú, aðalega í Valorant. Já, sem fór 13-10, sko. Og CS náttúrulega framlegging. Þetta er bara hörku keppni sem eru að fá þetta. Nei, ég meina, svo erum við líka bara með info. Við erum með info. Gimme. Infoið er það að lið FSU er búið að vera hérna í allan dag, sko. Með ákveðnum þjálfara. Í CS-num allavega. Hörkuþjálfara. Hörkuþjálfara. Það er mér, ég er búin að taka það og ég er búin að taka það í gegn. Já. Það var leikfimi. Það er pottitt króli. Kitti byrjaði daginn í leikfimi. Í FSU. Nei, já, en endilega, komið með það. Hver er þessi þjálfari? Þetta er bara þjálfari, má maður ekki alveg segja það? Þú ert náttúrulega bara, má maður ekki segja, þú vinnur við það að færa skúpa á morgnana í útvarpi. Þeir eru að hætta að fikta ljósunum líka, Kinn. Þetta er náttúrulega ekki hægt, sko. Þetta er sá sem er að þjálfa Akademíli Dusty líka. Já. Þannig að þeir eru búin að vera með hörku þjálfara hérna í allan dag. FSU er ekkert að grínast. Nei, það er málið. Vita líka það að tækniskólinn eru bara 100% hingað til með sterkasta liðið í CS. Þú veist, þeir eru ekki búin að droppa mappi í CS á árinu.
sem að þýðir bara það að þeir vita þeir þurfa aðeins að bæta sig, þeir eru búin að vinni og það getur allt gerst með ströttu liði í CS. Ef það eru einhverja nýjungar, að kemur eitthvað óvart, það getur allt gerst í þessu. Ég sjá liði mætt á heimavöll, raf í þróttanum, við erum auðvitað inn í Arena og Smáratorgi. Hér bæts pakka hérna frammi og liðin mætt inn og er þetta taugar sem ég er að sjá hérna? Nei, þetta eru stáltaugar. Já, mér líður eins og okkar maður hérna fremst hjá tækniskólanum, hann er bara, þú veist, hann er ekkert eðlilega slagur. Sko. Nei, sko, ég er nefnilega að sjá það. Ég er að sjá hann, herru, það birtist allt í naut hann, hann er horfinn aftur. Hérna, annarkvæmt ekkert eðlilega slagur, eða ekkert eðlilega pirrar og við séum að eyða tíma og ekki að hleypa þeim inn í leik. Já, er þið hann, ég sé þið. Nú þurfum við bara að henda okkur í það, sjáu þetta. Leikurinn að fara að byrja, það er að rífa sig í gangina. Liðin að peppa sig, sko, það er meiri, sko, ég ætla að segja, það virðist að vera meiri andi tækniskóla meginn inn í byrjun. Já, virðist. Það þarf að rífa FSU aðeins í gang. Nýtt mapp takk fyrir. Stórt maður, þetta er í fyrsta skipti sem við erum að fara í þetta á öll tímilinu, eða ekki? Sko, við erum ekki búin að fara yfir þetta Nikki, en ég ætla bara að gera það hrætt núna. Það er Oppi Bangsi, það er Pyro, það er Kageyama, það er Ashin, það er Tiss, Plub, Kenguin, sem er náttúrulega mitt uppáhalds. Þú veist þú ert í mynd, eða ekki? Nei, ég vissi það ekki. Ok. Þú ert búin að vera svakalega. Þetta er horrid byrjun. Þetta er horrid byrjun. Þetta er búin að vera svakalega. Nei, kláraði Nikki. Já, þau eru líka bara fyrir aftæði þetta núna. Kenguin. Þetta er alveg þarna, sko. Já, ég er bara, Nikki þetta fyrir aftæði. Plug, Kenguin, Shimon, Delulu, Ice Nosy, Kate, Thevarin og Ling Wing. Það er nokkuð nýja þetta. The Pringles King, Nescott, Tiss, Rensumi, það er fullt af nýju dóti í gangi þetta. Einmitt. Við erum dottir inn í leik, úrslit frís eru hafinn árið 2024, fyrsti leikur Valorant og... Hérna byrjar þetta allt saman. Svo vorum að segja best of 3 úr þessum 3 leikjum og Kitt er í ykkur vesen hérna líka með heyrnartóli sín núna. Nei, alls ekki, mér langar bara að heyra mér í leiknum sko, mér langar bara að heyra í byssuskotunum og... Sko strákar, við náttúrulega fylgdust með FSU gegn FG hérna fyrir viku. Ef maður ætti að vantaði Kate. Já. Það er rétt þér. Og það er náttúrulega einn lykileikmaður í liði FSU. Veigar Páll, sem var algjörlega slögt á í fyrri hálfleik. Við vitum að tækniskólinn er með svaðalegt val og lið. Ef FSU ætlar að svara þessu, þá verða bæði Kate og Veigar að koma sterkinn inn strax í byrjun. Heldur betur. Það eru... Veigar enda líka. Haus! Fyrsta fraggið í dag fer til FSU. Bingo. Það eru stollur. Það er stollur-rándið eins og við köllum það. Stollur-rándið? Sjáman ekkert að grínast þarna, komið 2. Sjáman er mættur í úrslit frís, það er alveg klárt. En sko, ef að minnstjórn hefur einhvern tímann átt að tala við okkur þá er það nákvæmlega núna í þessari útsendingu að því að ef þú ert nýr hérna í frís þá vitum við ekkert þennan leik. Nei, en hins vegar er verið að starra okkur núna. Það er Valorant sérfræðingur inn á Íslandi. Já. Það er elsku besta Eva. Það er að svara. Tækniskólinn búin að ná fraggið tilbaka. Þurfa eitt viðbúndina strax. Komið 2 hérna á Pyro en Delulu að svara og þetta er bara að líta vel út fyrir FSU hérna. Það tekur Veigar Páll út. En Eva náttúrulega var bara of dýr fyrir okkur, við gátum ekki því miður. Nei, við höfum ekki efna á þessari... Vá, FSU með stórt ránd! Sterkt að byrja hérna. Stórt! Sterkt að byrja á nákvæmlega þessu. Sko, já, við náttúrulega, ég og Egill, við vorum að taka til því að tækniskólinn er með svolítið skrítið setup hérna. Já, þeir eru ekki að rönna liði sko á eins og hafa Viper sem er svolítið furðulegt. Mér finnst það bara stórfurðulegt. Ég meina, þetta hljóta að vera mistök, eða hvað? Já, það geti eitthvað að hafa klikkað hérna í pikkinu, sko. Þeir eru með double dualista hérna í staðinn sem að sérfræðingar geta sérfræðingar meina að það sé nú kannski ekki endilega besta line-up í þessu. Basically að vinna bara með eins og þessi confidence plays alla leikinu. FSU er búin að missa 2 leikmenn hérna í þessu öðru rándi og það er dýrt. Það er dýrt svona, já bara vera með jafnt í liðið minna eftir bara fyrsta kontakt. Já, nú lígur því ekki. Þau eru svona aðeins að þreifa á sig. Maður finnur alveg að spennustigið er átt en þeir eru úrslitin í gangi sko. Það er góðmálmur undir. Það er ekkert gott við hana málum, þetta er bara eitt stór stálklumpur. Kate hérna... Það er stálklumpur í boði. Já, þú veist. Tækniskólinn, já bara með 2 menn og annar þeirra er
helviti low. Já, ekki tala low, hann er bara dáinn. Hann er bara döður. Talandi málmstrákar og annað, sko, þá samt alltaf, sko, nauðsynlegt að hafa vikt í einhverjum bikar sem maður vinnur. 100%. Og þú færð ekkert mikið meiri vikt í ekki neinum bikar á Íslandi. Þetta sennilega þyngsti titill sem þú getur náðið. Þetta er pund fyrir pund, þyngsti titillinn. Alveg síðan að mjólkubikarinn hætti að vera fullur af mjólk. Er hann ekki ennþá fullur af mjólk? Nei, veit ekki. Ég fá bara ferðir þetta svona. Vá, hvað það er glatað. FSU 2, tækniskólinn 0 hérna. Já, alveg ömurlegt að vinna bikarkeppni á Íslandi. Það er líka þetta er svo geðveitt konseptið pælst í bara að vera í mjólkurbikarnum og vera bara að taka champagne shower með mjólk. Það er svo ógeðsleg lykt sem fylgir þessu. Ég súrt er það samt sem áður að bara eitthvað, herru, vannstu, já, hvað veistu? Fernu? Já. Ég ætla að segja, sko, mér langar að rýbranda þetta. Fyrst að MS með þetta, sko. Bara mísubikarinn, sko. Mísubikarinn, ennþá betra. Eða þú veist, laktósulausi rjómabikarinn, það var líka svolítið skemmtilegt. Ég er svolítið að taka laktósulaus núna. Eða? Ég veit ekki aftur þessu. Finnur okkur mun? Það eru úrslit. Já, fyrir. Takk. Sem hún að lurka aðeins hérna. Herru, vitið hvað þetta er Mario dó? Nei. Það er Nintendo. Algjörlega, maður. Já. Svona aðeins til að koma hláturtjónum í gang. Þakkaði fyrir þetta. Þakkaði fyrir þetta. Ég er að horfa hérna fram og það er bara, ég heyri ekki lengur í ykkur fyrir hláturinn hérna frammi á bæt. Datt ykkur úr stólnum. Okkur vantar, er læknir í húsinu? Já. Það er Nintendo auðvitað. Já. Hæ? Simon er hérna í pikk í lörkinu. Já, þetta er opnun og sjáum það að tækniskólinn er þrjá hérna að taka á móti. Hérna kemur kontaktinn, Tiss búinn að svara, jafnaði liðunum. En þetta er Lulu. Og þetta er bara bombar að fara niður hérna. FSU með bónusrándið í höndum sér hérna núna nema Ashen getur gert eitthvað. Þyrstum að stjörnusæfa með okkur í þetta. Já. Þannig að maður pælir í því. Já. Það væri geðveikt, sko. Hann á afmæli í dag, eða ekki? Fertur í dag. Fertur í dag, hann er bara með okkur hérna til að fara í gegnum þessu hluti. Góð vinur þáttarins. King stjörnusæðar. Vissulega, bara að tala með Egil, en hvað er þú að segja? Nei, en pæli hvað hann er gáðar, ángriðs. Það er mjög gáðar. Svakalega gáðar. Og næs. Næs. Þetta er Lulu hérna, 3K. 3-0 FSU. Hvað er að FSU gerast? að byrja sterkt. Bara 100%, sko. En ég, svona fyrsta, nú er það að hjálpa mér aðeins. Er tækniskólinn að taka Force, er það að taka Spar? Nei, það er ekki samræmi í kaupu. Jó, þetta er Force og sjáum við að kaupa svo öll niður í hann að kringu 1500. Þetta er svona lópa í eitthvað. Já, gott líka ég sé að spyrja núna, ég er búinn að vera að horfa á hana leik í 2 ár, einu sinni í viku. En hafið þið heyrt hérna Nei, Kitty, við höfum ekki heyrt það. Nei, byrju, hvað ertu að tala um? Núna vil ég fá það. Ég er svolítið forritin. Já, hafið þið heyrt þetta minkabælið, sem var alltaf að minna og minna, bara alveg þangað til að kláraðist. Jesús. Ég hefði heyrt hennan áður, sko. Ég vissi hvert þú ætti að fara með hann og ég var bara svona tilbúinn að... Var þetta ekki minka búið, samt? Já, það var minka búið. Sjáum við tækniskólinn í vörninni, bara ennþá að reyna að gera sama þótt að ég kaupi sér ekkert í staðar, en það er svona svipað á Kitty, hann er ennþá að reyna að sambrandra hann, round eftir round. En sjáum við púsið hérna, er þetta ekki gæðin spónið? Robby á lörkinu með sheriffinn. Það er ekkert sem svíkur meira heldur en að mæta með pistól í bak og það er nákvæmlega að það gerir hérna. Heyrðu! Það er nú getað enda vel en... Henn getur bara nær það. Jú, hann hefði getað gert það, sko. Hann var ekki bara spátt hann, ekki? Fyrir haus, Kageyama. Þetta er byssa, þetta er líka byssa, en vegabollin til Lulu hérna að svara. Vissulega 2 leikmenn fallir hjá FSU. 2 og 3, planti komið. Hvað eru að horfa á þetta? Já. Þetta er riffillinn sem að, FSU mistu Kageyama með hann í höndunum. Þetta er Lulu hérna að reyna að svara, en Kageyama kemst inn á sæti. Vissulega er búið að planta spækinum, þannig að eru möguleikar hérna. Kageyama veit að sér vopnið, sér hann aftur með frábært swing hérna, verið að reyna að deffa inn í keitsinu. 4-0! Virkilega 4-0! Svakalegt. Á hverju að horfa þið? Spurning hvort að tækniskólinn þurfa að fara að taka timeout og koma sér eitthvað saman hlutina. Verða að fara að snúa þessu við, ætla að gera þetta eitthvað svona almennum leik, allavega að hinga til. Gólfið sem ég hellti Red Bullnum á
er mjög klístur. Já, það er það. Já, alveg bara, það er bara... Takk fyrir þitt input hérna í kvöldkjöti. Þetta er quality greining hér. Það sem er líka að fara að gerast í þessu er að hann er aldrei að fara að þrífa þetta sjálfur. Hann ætlast bara til þess að Bjarki taki þetta. Nei, málið er það, myndstjórnar að segja okkur að hann gerði þetta líka í fyrra og svo blettur er ennþá undur hann. Gerði þetta líka í fyrra? Þetta er það sem að þú heldur að sé markerinn fyrir hver átt að standa. Það er bara klessa frá því fyrra. Nei, ég gerði þetta ekki í fyrra. Eitthvað. Gerði þetta í fyrra? Nei, gerði þetta í fyrra. Þið hitti fyrir það. Hitti í fyrra? Nei. Herru, spotti komið hérna. Það kom helviti sundur hann. Já. En sjáum þetta hérna. Núna erum við að fara inn á bíð og... Það er komin opninna, sætið er galopið og Tækniskólinn liggur samt það aftarlega einhvern veginn að fætin er ekki að setja. Vegapöndurna bara að taka út kæki og þetta er verið að spamma í gegn. Var hann ekki að hitta? Sýndist það. Kate er náttúrulega með ulti hérna. Hætti að bara halda sætinu. En vissulega ult á móti. Þetta virðist vera þægilegt 5. ránd FSU eins og sann reynist hér. Ég get alveg sagt ykkur núna hvernig þessi viður þeir sko. Já, ok, hvað er með það? Þetta verður alltaf, það sem hefur alltaf gerst, notabene, fyrir þá sem eru nýjir að koma, sem hefur alltaf gerst er að leið og... Það er timeout. Já, sjálfsagt. Ég held í alvörunni þetta sé fyrsta val og timeoutið sem við sjáum í úrslitakeppninni og það er bara ekkert verið að grínast. Hérna ætla Tækniskólinn að rífa sig í gang en tökum líka eftir því, það er allt klárt hjá Tækniskólinnum. Já, mér langar samt að koma inn og frá fyrir. Þú ætlar að fara að tala um það að ég væri búinn að vera svo sannspár. Nei, ég ætla að fara að tala um akkurat að þegar þú ert búinn að segja eitthvað, þá er það búið að snúast bara við, bara akkurat við sko. Og núna er tæmant hjá Tækniskólinnum sem að gæti alveg gert það að verkum að allt muni snúast við sko. En endilega, segðu mig hvernig þetta endar. 13-3. 13-3 fyrir FSU. Já. Já, já, ok. 13-3 fyrir FSU, ok. 13 fyrir FSU sko. Þetta er líka ótrúlegt hvað ég bara alltaf hitti bara svona bang, bara alveg beint á þetta. Bara bang on. En strákar, ef við tölum einmitt, Kitty, greina, það eru 5 ult uppi á Tækniskólinnum. Vissulega eru 3 uppi hjá FSU, klári í þetta. Hægt að náttúrulega tengja það ekki öll kannski beint að nýtast strax. Cypherinn til dæmis, svona late round og annað slíkt. En er ekki Tækniskólinn að stilla upp núna í round þar sem að það verður bara að kasta megnuna þessu? Nei, ekki hér, því að peningurinn er ekki til staða. Það er bara fullt spar. Það er næsta round, ekki nema hér er að reyna eitthvað rosalegt. Ég meina... Ég bara sagði það, 13-3. Ég bara... Er ekki steikt að taka timeout undan spari? Undan stollum. Já. Ég myndi alveg gera það. Já, þú myndi gera það. Já, en það er líka... Þú ert líka mjög fær í þessum leik. Já, það er bara út af því að ég veit ekki neitt, sko. Nei. Já, ég meina, akkurat, það er punkturinn kannski. Góð punktur hjá þér enda. Já. Núna skildi ég punktiðinn. Fyrsta góða inputi sem að geta. Herri, býðum við. Sko, þetta er efni í YouTube highlight hérna hjá Robba. Þeir koma öll út hérna í einu. Hann er með, nei, færi sig hérna aðeins, en þetta er pikk á móti pikki, ultinn nýtist þarna, hérna, komið, tekið sig hann út, en þetta er 3-3 og það er ennþá 2 ult uppi. Sjáum bæði Jet og Raze notu ultið hérna upp að kom vissulega kill á hnífana. Eitt pikk hérna. Myndi gera helling. 1 stollukill. Jáp. Spara ekki hérna bara að plata spækinu, sko. Já, 40 sekundur eftir. Á rondurinn, nægur tími til stefnu til að spila með hérna. Ég syns Simon vera að feika með últinni sinni þetta. 30 seconds left. Smoke's down. Kate að hlaupa henni með bombuna, þetta er að fara á bíðenda með leikmann þar inn á Tissins og er veita eða það ekki, nei, já, jú, Rotate að koma hérna. Annar leikmaðurinn, hann vissulega að fara að halda 10 seconds left. allar 10 sekundar eftir þegar að spækinn fer niður 2-2 hérna og núna þarf Rotate að koma hratt og við sjáum það að Tækniskólinn fær miklu hraðar Rotate því að hinn þarf að rotate í gegnum spónið. Camera taken out. Out of charges. Þetta er pikkina, Asien að taka út til Lulu. 3-2, er þetta möguleiki? Hérna kemur últið, verður að koma sér út í. Búinn að ná að
taka helminginn af spæknum. Spamma hérna, spamma, veit ekki að deffa. Þetta er fyrsta rándið á tækniskólanum og þetta er ástæðan og bæði fröggin að falla, sækja, já, 2 rifla hérna inn í næsta ránd. Þetta var risastórt og þetta er ástæðan fyrir þú tekur alltaf timeout fyrir stólur. Nákvæmlega. Hvað er ég eitthvað að opna með kjaftin hérna, maður? Hei, þú ert flottur, hættu. Æ, takk fyrir það, maður. Mér finnst þú alltaf flottur. Þetta er dýrt, en sjáum hérna Shimon með 7 frögg að toppfrögga leikinn, stakka Vegapál botnum aftur, eins og í fyrri hálfleik fyrir viku síðan. Það er svakalegt ef FSU eiga Vegapál aftur inn í seinni, sko. Úff, maður. Þá þurfa tekniskólinn heldur betur að ná í einhver rándina. Face your fear! Sjáum hérna, þetta, það var keira á aðeð hérna bara, já, fullum krafti. Vegapál búinn að ná eitt frag hérna. Náttúrulega að endrýja hérna fyrir FSU, þannig að hann dreifur kannski svolítið að sér. Tækniskólinn er að falla þetta bara eins og, sko, móðflugur. Heyrðu! Tissa snúa því Svo við. pikk! 1 og 2 hérna satt sem að það er 4K-ið. Ætla sér að klára þetta. Það er góða hérna 3K-ið. Er þetta bara rándani á Tiss hérna? Fílíkt ránd! Lóma! Þetta var alvöru! Ertu ekki að djóka mér? Nennir þessu ekki lengur. Vá! Ha! Þetta var ránd. Fá að sjá henni í herbyggið. Er allt brjálað, er tækniskólinn bara að chilla eða? Þetta var svakalegt hjá Tiss. Pæli því maður. Tekur bara leikinn sína, en hendur hérna hleypur. Þetta átti aldrei að gerast. Aldrei. Svakalegt, maður. Fylg play. Delulu hefði nú getað beðið þarna aðeins. Þurfti ekkert að svinga hann út. Ef við förum í þá sálmana. Þú ert farið í þá, Salmanna? Já, já. Hvað gerir maður rétt og hvað gerir maður rámt í þessu? Já, þetta er svolítið snýstum Svo gott er að við erum að tala um það. Þetta er svo móralstert. Asinn hérna opna, tekur Kate hérna bara. Club Penguin sem er frábært nick að sækja 2 tilbaka og koma FSU í yfirtölu hérna í postplantinu. Vegapál búinn að taka þetta sén, þannig að þetta er já 4-2 en Tiss er á lífi. Þá er þetta möguleiki, Kitty. Ég miði möguleiki, sko. Miði möguleiki, sjálf. Já, stekkur í þeim möguleika. Já, svolítið, sko. Og Robby hérna bara reyna að sækja einhver pikk, gerir það hérna. Já, Það er hann í annað. Nei, gerir það ekki. Vegapál með 3K hérna í þessu randi. 6-2. Koma FSU í 6-2. FSU FSU að koma sér aftur á sigurbraut. Nú er spurning hvort að tækniskólinn geti gert eitthvað hérna til þess að hrista upp í hlutunum. Já. Robby bánsti hérna með 1. Nei, ekki að fylgja því eftir hérna. Kate tekur hann út en þetta var Treytu upp higgs þarna. já og sterkt. Þetta er stóla. Pyro hérna búin að taka út Kate síðan. Tækniskólinn ákveðlega bara vera á pistols. Það líður bara vel. Það er... Þetta er rosa nýður, maður. Þetta er ljúglíðu. Já, einmitt. Tækniskólinn heldur áfram, tekur út Vegapál. Pyro fór svona frekar þægilega að þessu. Já, þetta er... Það eru djúðlega nöfnlugur samt. Þetta er alltaf, fólk hérna... vissi hvað það var að gera, sko.
Nákvæmlega. Það alveg magna. Já, finnst það svona gott. Jú, svona úrslitum. Já, svona úrslitum, bara búin að komast í gegnum margar viðregnir og Já. maður sér það loksins bara, við viljum hvað það er að gera. Já. 30 seconds left. Hérna er Pyro en fólk að fara að Shimon mætast, kemur sko. sér þægilega fyrir. Það var allt spurning tímasetningu. Bomb buddy out. Shimon búinn að vera að kíkja hérna hinum meginn. Spike planted. Pyro út. One enemy Gerði hann remaining. inn að sér og Kageyama sér hérna. Þetta er bara solid. Bara Sheriffinn, hann syngur í höndunum á tækniskólanum. Og Já. tækniskólinn komið með þessi 3 round sem að Kitty sagði myndi fá alla leikinn. Já, leiðilegt þessu ekki fara að ná neinum í viðbútt. Já. En svona er það bara að vera Nostradamus 21. aldarinnar, sko. Já. Það er bara, það fylgir því bölvun, strákar mínir. Gerir það því miður, sko. Veigar Páll, Sjá þess að dreifinguna hérna. Já, ég ætla að segja Yfir FSU-lifið, þú veist, við erum með 3 leikmenn á 7 frökkum, 1 á 8 og 1 á 9, hinum með sömulegis með 3 á 7 frökkum, Kageyama svo 5 og Bangsa á 4. þetta er bara hörku. Já, það er bara, það er ekkert, hann er ekki farþegar í þessum liðum. Ó nei. Það segir þú kýrskýrt og satt. Sjá hérna. Heyrðu, hundskrattir er mættur. Bínu, hérna verið að leita. Ekki að, ég finna neitt. Ekki til að koma ennþá, við sjáum það er bara 2 leikmenn að halda bíunu en Rótiti er að byrja að koma inn hérna frá tækniskólanum. Flassa kemur inn, hérna kemur Píki, Rob Bánsli, hann er svörinn um það Asien nær einum. Þannig að þetta er, já, í postplantinu hjá FSU 3 hjá tækniskólanum líka, jafnir liðum. Þannig að Kate bombur niður hérna, gerir þá Veigar Páll að koma FSU hérna í yfirtölu. Sjáum hérna hvað næsta Kageyama nær að taka út Veigar Páll, jafnar aftur í liðinu, Tiss tekur síðan út til Lulu. Kate núna 1 á 2 hérna. Fyrsta flaggi er komið, það er plantað rétt hérna, ulti kemur inn, erum við ekki að tryggja þetta hérna? Heldur betur 3K klöpsin! Vá! Og svo blævængurinn bara, sjáu þetta. Bang! Ha? Bang! Þetta er nýju katsferði sem minn þegar ég er að lýsa. Já. Þú varst svolítið með hann þegar við vorum í FIFA-nu. Já, var það ekki? Já, hann var svolítið að vinna með hann. Fyrir varstu bara að finna upp á honum? Nei, ég er bara sko, þetta er hérna, ekki katsferði, þetta er bara... That goes there. Sko, Ingi Þór, einn af mér bestu vinum, hann gerir þetta yfirlega, sko. Mér finnst það er mjög gaman þegar hann gerir þetta. Hændi bængið. Hann er í BANG! Hann ætti að koma og lýsa þetta, hann var í frábæri að lýsa. Það maður þetta því. Já, honum inn. Hvað er þetta ekki? Já. Og þar, Þrjú vilt uppi hérna hjá tækniskólanum. þar tækniskólan að girða sig svoleiðis í brók með þér. Tiss hérna, já. Pikkin að falla hérna báðum einn og allt í einu liðinu í 3 og 3. Spike planted. Kate. Assi náttúrulega á vappanum er að fara að halda Shimon hérna bara inni. En erfitt að pússa inn. Hérna gæti eins og að komi últið, þetta kemur últið. Hætti við það og er að lurka hérna. Fær flaggi í staðinn með að fara í bakið. Pikkin sem vopni var að búið að rílóta. Það er stóra spurningin. Assin er að lurka á vappanum. En Pyro tekur, síðan Kate út. Þetta er tækniskólinn á í 4. rándið. Við erum að fara inn í síðasta ránd fyrri hálfleiks. Don't even start that shit. Í Valorant er það fyrsta liði 13 sem að vinnur. Þetta er leiðilegt fyrir Kitta. Last Nei, round ég- before the Þetta er erfitt. Nei, sko, ég sagði, já, nei. Nei, þú sagði hvað? Ég sagði að annar lið myndi ná upp í 13 Þú sagði það, já. Já. Algjörlega. og hitt væri með aðeins meira en 3. Það er sem ég segja. Þeir eru ekki starfðan á bilinu. Já, algjörlega. Og það er örugglega hárrétt hjá þér, sko. Já. Getur ekki beðið eftir þetta endi hérna í 15-15 framlengingu. En betur, kaupir hjá FSU núna svolítið áhugur. Hvað er þetta? Þetta er Force. Já, er það ekki það? Já.
ekki svolítið... Þetta er alltaf bara síðasta rándið, þannig að FSU það bara að henda öllu í þetta sem þau eiga. Bara eldhúsvaskurinn Og er bara farinn. hversu oft hefur við talað um eitt? 8-4 þú, 7-5 er bara jafnleikur. Algjörlega. 100%. Hérna er Tisco með fyrsta pickið og hérna kemur ulti, hann með vita alla. Og Club Penguin hérna með Sigvart, Fraggi 4-3, ultin að fara út hérna í loka rándinu, Robby Bangsi að jafna. Hann náði ekki. Nei. Cypher restið þarna ekki að ná í gegn. En Robby Bangsi hérna sprayja alla niður en svo tekur þetta Kate. Þetta er 1 á 1 Kate gegn Ashen. Ashen á vappanum, 50 sekundur á klukkunni en nægur tími. En bomban er inn í línu hjá Ashen. Getur bara haldið henni. En það er bara áhyggjur á lörkinu frá Kate og þau eru bæði að hugsa það sama. Hvar kemur pickið? 30 sekundur á klukkunni. Kate hefur ekkert rosalega mikinn tíma hérna. 30 seconds left. Ef það á að fara í eitthvað rotate eða eitthvað áleika. En Ashen hérna búin að ákveða. Nei, hérna kemur það! Ashen tekur þetta! Tækniskólinn 5, FSU 7 í hálfleik. Við erum að fá hörku úrslitaleikina. Eins og Skaldi sagði, já, fínt hjá Sæll, sko. Það er hérna... 9-9-9, 9-8. Helviti er þetta jafnt hérna. Þetta er svakalegt. Tækniskólinn ekkert að grínast í þessu. Hinum munum með Kate á 13, Delulu á 10 og restan á 9. Grazie. Þetta er eiginlega fallega í dag. Allir að delivera eins og á að gerast í úrslitaleikjum. Það er úrslitaleikur. Það er engin farþegi í úrslitum. Þetta bara virkar ekki þannig. Það er bara þannig. Já, FSU kannski með lið sem að henda fínt í vörnina. Já. Og núna sem skipta liðin hlutverk. FSU í vörn, Tækniskólinn í sókn. Tækniskólinn mætir með springurinn á sætin. Já, eins og oft er sagt líka. Sóknin er... Nei, Vörnin er besta sóknin. vörnin er besta sóknin. Þarna kom það. Hey, við gerum þetta bara saman. Við erum nefnilega, ég og Egil, sko, við erum svolítið í því að klára Fyrir hvern annan? setningarnar hjá... Ég heyrist hann reynda bara að vera að klára fyrir þig en það er einu sem... Ég hef oft klárað eitthvað fyrir Egil, einhverja setningar svo. Já, eina sem ég segi klára fyrir Egil var aðganga pítsu en það er einu sem... Sjáu þið, af hverju Tækniskólinn með bombuna bara nánast á spóð? Þeir eru bara að hafa smá spenni í þessu. Glimtist þú ekki bara? Þú veist, það er allt... Nei, það er náttúrulega líkur einn þarna... Já, í kringum AF. Mögulega er það bara að sjá hvora megin og það er svo sem... Hann er pæling að sjá hvort þið getur kallað fram eitthvað rótit eða eitthvað álíka og þá hlaupið bara með í bombuna jafnvel og opið sæt. Það er ekki að fara að virka þetta. Hann er einn hérna, hann er að fara að fá rótit til sín og við sjáum það. Það er verið að keyra miðuna, sækja spækinn. En leiðin er sett á þar samt er hann fallið, koma inn í gegnum bara þessi hröður rótit líka. Shimon, Vegapáll, FSU að loka fyrsta rándin í seinni hálfleikinn nema Kaki Yama getur gert eitthvað magnað fyrir að taka út. Þetta er bara 15 seg núna, hann er ekki vel að ná á sætið eða neitt, þetta er unni ránd hjá FSU strax. Það er bara þannig. Verður bara hlaupandi inn, reyna á okkur Fraggi, út hérna að koma hlaupandi, það verður hann alltaf drepinn, en það ekki. Eða ekki. Það er bara hvort liðin er að hitta. Eða hvað? Af hverju var allir hérna bara Fallen Angel úr Eurovision? Herri, fáum sjá það. Tækniskólinn er annars svipur á þeim þarna. Skiljanlega, FSU bara er að standa sig gjörsamlega frábærlega. 8-5. Það var tölvöld rólegir fyrir leik, maður sér það alveg. Það er svona aðeins byrja að... Það er stressina, staðanleikurinn 8-5. Já, ég meina, það er bara Igli Brún og Vesens strákar. Það er bara hvað? Igli Brún og Vesen. Já, eðlilega. Hérna, hún alltaf Tækniskólinn ekki að eiga séns þegar verður ekki bara fullt sparið. Getur við fengið upp skorið aftur? Þú veist, það er einn armor hana. Já. Þetta verður erfitt fyrir Tækniskólann, við höfum séð á. Já, Tækniskólinn er bara að fara að keyra inn og reyna á platturum væntanlega. En sem það er samt sem maður. Einn sem liggur tilbaka. Hann verður spottaði núna, eða ekki? Því hann hreyfir sig allt og snemma hérna. Delulu hérna með 2 Kate sem kom með en Robby Bangsi er að taka 1 niður. Kate sem með Robba og það var bara Tiss sem var
einn að reyna að finna einhver pikk á aðeinu. FSU bara að höndla þetta gífurlega vel. Þessa pressu og þessa aðstæður. Þetta ég meina, Þetta var bara cozy round. Because we're the best. Og leggja mikið í þetta. Any of you forget já, ég meina, þú veitur hvað að gera. Það sé maður, það mikil stemming. Stemmingin FSU megin. here. Það hrópa húrra austanfjalls. Núna, get ég sagt ykkur, drengir. Þetta landfræðilega rétt hjá honum. Ég veit. Ah, Það var svo fallegt að fara í þetta einhvern veginn. já. Ég fekk bara svip frá okkur eins og ég hef verið að gera eitthvað glóri. Nei, við vorum bara loksins stoltir af þér. Æ, takk fyrir það. Það var alveg... Ég get alveg ef ég reyni, skilur. Strákurinn okkar bara Veit alveg growing up eitt, hérna, sko. Það Ég bara fæ svo góða útrás að vera með ykkur. Það ábyrgðartilfinningin á mér engin, sko. Ég gerir bara gjörsamlega það sem ég langar til að gera. Já, bara eins og alla aðra daga í lífinu, en það er það. Nei, alls ekki. Ég mæti 8:30 alla daga í háskóla. Þetta er mesti lygi sem ég ævi minni heyrt. Alls ekki. Það er 100% mætingaskylda í skólanum, sko. Já, en það er 100% mætingaskylda. Hvernig er mætingin þín? Það er 100% mætingaskylda líka hér, sko, en þú ert búin að mæta í 3 úrsendingar, sko. 4 voru það, já. 7, já. Það er, já, 4. Já, ég get ekki svarað þessu. Ég á ekki séns. Þannig ég bara, já, fæst orð bara minnsta ábyrgðarstofnum. Tækniskólinn búin að missa Já, þó nokkuð. ansi mikið þetta. Er á afturfótunum 2-2, ekkert últið á líka. Hún ætla bara sömu operator báðum megin, en vita núna að bomban er að fara niður á B-inu. FSU hérna koma í rótitið. Hvað er það? Kate og Tiz sem mætast hérna. Sko, Kate og Delulu náttúrulega bæði með byssur hérna. Þetta er að verða svolítið seint hérna. Já, Last player það er standing. hérna það bara taka móti einhverju núki. Með 2 risafrögg og við sjáum það, FSU er bara að hlæja þetta þessu. Já, takkiskólinni, þú veist, það er einhver gýrur í gangi. Þú veist, þeir eru alltaf greinilega að keyra þessi gang. Var þetta að skalla mollan í burtu á bobbunni. Já, einmitt. Aldrei séð það áður. En sjáum við þetta 9-6, alveg eins og Kitty spáði fyrir leik. Alveg eins og pæli hvað þeir eru heppnir að vera með þetta með bara það er ótrúlegt einhvern veginn ég næ alltaf að hitta naglan á höfuðið, sko. Jæja, Doggo er farin af stað. Hundurinn farin af stað. Við hefum einhvern veginn séð hundinn gera eitthvað, annað en hlaupa bara eitthvað. Hvað gerir þessi gaur? Var þetta ekki bara eitthvað sem að Riot bætti inn í Valorant bara til að Þetta er selja bara- eitthvað bánsa? Já, Þetta er bara hó með ullinu og öllu, bara mætt. Það er eitthvað krútlegt til að selja og einmitt. þú veist. Ég meina að sjá þetta stúdíu hérna, bara Bjarki mótsstjórinn alltaf bara misti sig og keypti bara ekkert eðlilega mikið af 17 bánsa. Já, þú veist bara eitthvað, af hverju eru mörgæsir út um allt? Ha, út í að þetta eru við, voru ekki bara að fara yfir þetta? Voru ekki bara að fara yfir þetta, þetta eru við? Ég veist, þetta er bara eina sem var ekki búið að selja í búðinni. Nei, Það var bara að lappa yfir Toys R Us þess liðina og bara hvað er ódýrast þegar það vill enginn þess að mörgæsir. Toys R Us Hugsa náttúrulega að ekki henda búið þessum mörgja sem hefur að taka þetta fyrir ykkur. Toys R Us er ekki búið að vera þetta í svona 4-5 ár. Já, Kids Cool Shop, veitir það ekki það? Já, þú veist, bara skiptir ekki máli, fólk fattar ekki hvað er að meina, sko. Já, það er vissulega góð hundur. Hvað heitir þetta danska leikfangabúðin? Kitty, við erum í úrslitum frís. Þú ert að tala um þetta, hvað meinar Ég er að tala um mörgæsir. Ég bara... Jæja, Pállina, búin að taka kaki að Kitty, leiðu okkur að komast að hérna. Æ, En þú ert svolítið að tala um gæja með hattinn. já, 30 Hasbro, nei, seconds left. Hasbro, Hasbro, nei ekki, gæði með hattinn, hattinn. já, D, nei, þetta er nefnilega D. nú fyrir maður að googla það, sko. Já. Svona rétt á meðan að tækniskólinn er að, Þetta betur við erum í úrslitum frís, Fattar það er þetta. mjög mikilvægt að við fáum Þetta nafn. Já, alveg á hreint hvað dönsk leikfangakeðja heitir. Sjá maður hérna, Robby Bangsi búinn að taka út Veiga Pál, þetta er 3-3 hérna, en tíminn, er hann að ná plantinu? Spike planted. Þetta er rétt, slapp hjá tækniskólum minna 3-2. One enemy remaining. Frábærlega gert, Shemon. 1 á 3 hérna núna, þarf að eiga þetta pikk, vitum hann, tekur út Ashen. Þetta er möguleiki hérna, en ef að tækniskólinn spilar þetta bara nægilega passíft, þá ættu þið alltaf að geta klárað þetta.
Henda þessi saman hérna. Þetta já, ég sé hann ekki bara að fara að spara þetta vopni. Fer í deffi, reynir að finna hérna Fraggi og gerir það! Tekur hann út, býst hann við, seinni manninu, hvar er hann? Robby Bongsi, tekur hann út tækniskólinn. Þetta var það óþægilega dýrt fyrir tækniskólinn þarna, en rándið komið á blað. Smá stress þarna í FSU, sýnist manni á þessum myndum. 9-7. Eins byrjar að lyfta upp höndum. BR Toys. BR Toys. Einmitt, BR Toys. Vá, hvað? Vá. Geðveikt maður. Þetta frábært. Geðveikt. Getur nokkuð bara kannski googla hvað einhver gerir í Valorant fyrir okkur líka? Já, þetta getur gert það. How to play Valorant. Nei, sorry, það er úrslit í gangi þetta. 9-7, tækniskólar að koma tilbaka eins og ég sagði. Þú veist. Sko, ef að tækniskólinn fer náttúrulega bara hratt á B-ina, þá eru bara 2 leikmenn inn á því. Já. En finnst við mjög svolítið víkóldar, sko. Þetta finnst við, ég ætlaði að fara að segja. Kontaktinn, vita af þeim. Kera hérna inn, Voffi, fyrstur inn á sæti, gerir ekki neitt, frekar en fyrir daginn. Hó, mættur. Hundar segja ekki hó. En það er alveg opið, vissulega ég verður að koma á hlaupandi, það Shaman er að koma á hlaupandi baki, en hérna er bara frist. Já. Þetta gæti verið hættulegt við tækniskólann. Átta sig sennilega ekki á því hversu nálægt. Það er ekki Shaman sem verður hérna í baki. Jú, hann er bara betur að það kastaði inn. Hann Shaman með allar upplýsingarnar. Þurfa að exekuta hérna inn á B-ið og hérna kemur það búið að stilla upp í endur Lulu og Vegapott með sikkvot Fraggi hérna Tistna hins vegar að svara. Kate bætir í 2 leikmenn eftir en jafnaðinni liðunum Robby og Kageyama. 2, nei. Shaman. Spike down. Og þetta er bomban og það eru 15 sekundur á klukkunni hérna núna. Kageyama þarf að fara upp, sækja spækin. I got the spike. Hún veit að hérna kemur smókurinn niður og hvert á að gera verður náttúrulega bara að fara í planti bara hér. 5, 4, mega bara ekki láta planti fara niður og það gerir það, þá er þetta möguleikinn. Kate lokar þessu FSU að fara í 10. Stórt maður. Rísaránd fyrir FSU þarna. Thrifty. Ég meina, þetta fór 13-10 fyrir tækniskólanum í Það var undankeppni. líka bara tækniskólinn hérna. Nei, ekki. Það var pirrað svipur á liðinu hérna. Rétt sér, fór 13-10 í undirkefni. Skipab maður. Hvað erum við að horfa á stakar? Hvað erum við að horfa á? Tækniskólinn ég bara lópaði hérna. 3 CRFR. Tækniskólanum að fara að tapa. Já, það er möguleiki að þau séu ekki að fara að vinna þessa dollu annaður í röðu. FSU að koma sér í góða stöðuna en við höfum séð þessi ránd sem er einhvern veginn öðruvísi þar sem að, já, það er ekki verið að kaupa rifflan og annað slíkt, bara virka þegar liðið gerir eitthvað saman, það er eitthvað plan í spörunum, getur tækniskólinn gert það hér og sjáum það líka, það eru 4 últ á tækniskólinum, FSU vissulega líka. Fyrsta Fraggi komið hérna en Vegapott nær að svara þessu, jafnaði liðunum, veit af öðrum leikmannennum. Það er órekt, það gríðast hérna. Það var alveg. Hérna, Það eru sprengjur að veisa maður. já, það er bara verið að negla öllu. Á að hérna, spækinn að fara niður, nær niður hérna áður en úti kemur inn. Kate vissulega búin að taka út til sinna en spækinn fór niður. Það er svo mikið að skrýtnum setja í gangi, ég skil aldrei hvað er að gerast, sko. Svo, ég er bara að horfa á þetta og reyna að ná áttum, sko. Bíða eftir einhver myndi segja. En ógeðslega spennandi, bara. Já. En ég bara, Það er 1000 hlutir Já. í gangi. En 3-2 í liðum, skilur við, þetta er ótrúlega mikilvægt ránd fyrir þá sérstaklega tækniskólanum sem að augljóslega. Svo komur í defi hérna en nú tekir nú Kate hérna búin að ná út já, Robba en Pyro búin að svara Pyro hérna að loka þessu rándi og þau vita hvað þetta er mikilvægt. Hvert ránd verður ótrúlega dýrmætt núna. Við erum að tala um það að staðin er 8-10 og ég náttúrulega spáði tækniskólanum 13-11 sigri. Já, en þannig er tækniskólinn líka bara að taka svo brjálæðislega mikilvægt ránd og þetta er það sem er alltaf að gerast, það er þessi skrýtnu kaup og hvað er FSU með núna? Skrýtnu kaup.
Já, en minna, hei, það er búið að virka núna upp í sigurstið, en af hverju virka það ekki núna? Let's make Það some sem ég að segja, þetta eru rándið sem vinnast. Eins og ég segi, þetta eru rándið sem vinnast. Það er sem við erum búin að segja allt kvöld, þetta eru rándin sem vinnast. Það er ástæðan fyrir mig ykkur hérna, sérfræðingarnar, Kitty er svona akkurat aðeins sem myndi elska að vera með í hópverkefni í skólanum. Ég er þetta ekki að ég er náttúrulega mjög drifinn. Ertu svona típa sem að gera ekkert í þessu hópverkefni? Alls ekki, sko. Ég er alveg ofvirkur, bara fyrir allan verið ekki, sko. Algjörlega. Heimitt. Nei, Já, við trúum það. ég hætti þessu. Heyrðu, Doggo, mættur. Hvað gerir hundi núna? Það er eldur í hólunni. Það er að loka þessari hólu. Spammi hérna, þetta er náttúrulega bara 5 og 5. FSU ekki með vopni í þetta, munu alltaf reyna. Ekki eitt pikk komið. En hvar koma opnarnar hérna? Það skulle þannig bara ná að stilla sér svo vel upp en þeir þurfa eitt svona að sér bygg. Degur út Plöpkæminn til Lulu ekki lengi að svara 4 og 4 hérna. Þetta er smá opnun og sjáum það að tækniskólinn er svolítið að raða sér þetta fyrir utan að vera Deffi er að koma inn. Þeir verður ekki verið að taka út það sem er að Deffa en þurft að bakka af því og Tækniskólinn er að koma tilbaka maður. Hvað er að gerast? Sjáu þið á FSU, hvað ætlar að gera núna undir pressu? Nú er spurningi hvort þið kóðna eða stíga bara upp og rífi þetta eins í tilbaka sko. Nú eru bara bæði lið keypt. Need a drop. Jæja. Egill, hvað myndir þú gera núna á að vera FSU til að loka þessu? 3 ránd sem þið þurfa til að vinna. Bara fleira bíð. Hraðar. Fleiri á bíð. Í vörnina. Hraðar í vörnina. Vegna þess að vörnin er besta. Sóknin. Þarna, takk. Já. Sko, já, við vorum að fara þetta í eira frá... Vörnin er besta sókn. Það er þannig. Er það ekki sóknin besta vörn? Nei, vörnin er besta sóknin. Nei. Jú, vörnin er besta sóknin. Okay. Oh my god. Það er þannig, maður. Það er þannig, sko. Já. Þið eru listamenn. Það er þannig, hvað Já, ég var bara að segja verið listamenn. Hvað minnur, ég bara er ennþá að spila fótbolta, sko. Já, í hvað deild er þetta núna? Þrið? Ertu þriðju deild í fótbolta? Já. Þriðju deild? Þriðju deild, ég spilaði 10 leiki fyrir mig, já. Það er þannig. Þú getur bara að tjekka það á KFC. Bara right now. Þú ert mest í hægri bakur sem ég veit. Já, það er hárið til þér. Ekki? Já. Og bara með gjörsömu hægri bakvara holninguna. Er það ekki? Nei, vita, nei. Ég reyndar, ég spilaði jafnbarga leiki frammi í fyrra. En það er aðalega vegna sem ég er þindalaus. Ég get hlaupið eiginlega endalaust, sko. Og ég var settur inn á, þegar voru svona 20 mínútur eftir og við vorum að hafa ykkur úti, sko. Hérna bara Assin er svo næra að taka út einn. En hérna er FSU. Svo sem góða stuði. Við séum að Assin á svaræði með að taka út vega. Bara hundruð möguleik fyrir tækniskólinn. Assin kom með 3K-inn. Árn er tekin út og það skilja þetta eftir í 2 og 1. 10 sekundur á klukkunni. I have retrieved the spike. Spækinn alltaf bara, til sem er enga tími í þetta, verður bara að treysta á Dóttir Lulu út hérna. Þetta er FSU, komið 1 rándi allavega frá því að tryggja sér framlengingu. Ertu ennþá þindalaus bara þróttur að byrja að reykja á eitthvað? Já, ég er náttúrulega, já. Eru sekundar ekkert að hafa áhrif á lungun? Sko, ég náttúrulega er ekki, þið eru að gera mér þetta svolítið mikið upp hérna, en já, ég er ennþá bara frekar í geggjum formi, sko. Já, ok, næs. Ég er náttúrulega hreyfið með hverjum einasta degi í skólanum, sko. Já, gett. Ég er bara... Já, í leikfimi. Í leikfuminni. Þetta heitir hreyfing, en eins og í dag vorum við með Arnmund Ernst Backmann í Primal og það er ógeðslega erfitt, sko. Æ, en það myndi ekki vilja taka tíma með þetta, sko. Nei, þú veist, hann er bara að myrða okkur, það er geðveikt, sko, ég elska það. Hvað er Primal? Primal eru svona prímarískar hreyfingar, þú ert bara í skvotti og síðan ertu bara að taka okkur að planka og bara, þú veist, þetta er ógeðslega erfitt, sko. Hérna. Herru, með þess að minnstjórnir farin að hjálpa okkur með í þessu hérna ræktadæmi. Mér finnst það geðveikt. Ég dreifði með í tíma. Já, þetta er Primal tíma. Primal tíma, sko. Ég held að það eru flott að það, ég liður, sko, ég leina á mér. Já, ég sko var það, ég var náttúrulega markmaður í handbolta. Já, ok. En síðan þegar ég byrjaði að spila fótbolta eftir ég var svona 14 bara hætti handbolta og taekwondo, þá var ég bara, taka út veigar. nefnir á mig bara hötuðu mig, sko. Herru, nóðum við þetta! Thank you. Kristján, þú verður að hætta þessu, í alvöru. Nákvæmlega. Það er úrslit frís hérna 2024! Gott að minna á það einstaklega. Sjáum hérna, ætli er ekki að rölda í teleportinu til þess að fara bara rætt síðan yfir á AF.
Smóngin komin hérna. Nei, það var bara keirinn og sætið það ekki. Þetta var execute á B-ið. Spæknum minna niður, Tækniskólinn og eru í yfirtölu. Það var spurningin, Kristján, til þín. Hvað á Egill Plöður Áshausen marga meistraflokksleiki Þú tekið þetta eftir leikinn? Íslensku fótbolta? Já, skemmtileg. Sjöman hérna, búin að taka þetta einn. Getum við tekið þetta í leikinn? Alltaf í hálfleik. Einn orðin bara boring. Robby þetta komið 3. Þetta er bara spennandi. Þetta er ógeðslega spennandi. 1 á 1 hérna, FSU þurfa svo, já, það komast í 12 ári save. Bó! Það er að setja þetta í 11-10. Sæll! Tækniskólinn! Meistaraflokksleiki í fótbolta. Já. Hvað var marga? Komdu með það. Og hvenær var síðasta leikurinn hans? Það er að stýttra síðan maður heldur, sko. Já, bara komdu með það. Bara 2 tölur. Hversu margir leikir, hvaða ár var síðast? Shit. Já. Sem leikmaður, væntanlega. Já, 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 Í fótbolta. Í fótbolta. Fótbolta. Allir leikirnir eru í E-deild. Já, 4. deild. Þetta er, sko, Það er 4. deildin. Sem er Passion. Já, já. Ógeðslega gamla spilar. Já. var þetta kría eða? Já. Hversu margir leikir? Er þetta bara á sama tíma yfir handboltanum, eða? Nei, þetta var aðeins undan því. Það þeir reyndu fyrst í fótboltan að taka einhvern reksam og fóru yfir handboltan. Kría byrjaði í fótbolta. Ah. Fóru svo í handbolta. Já. Þannig En Kría er ennþá í fótbolta, Þetta sko. er 2018 Ó, næstu. Æpur maður. og þetta eru þá 12 leikir. Nei. Hvað eru það margir? 40 leikir. Þetta eru 40 slett. Já. 40 leikir. Já. Vá. Það verður svo heilt tímabili í enska boltanum. Og síðast var 2017 ekki? Jú, það er bara harrið til þér. Já. Þú þekkir þið fyrir maður. Já, maður er búinn að skoða þetta einu svona tísar. Þetta er alltaf fyrsta sem að kemur þú googla fullt nafn á einhverjum. Já. Alltaf KSC síðan. Já. Já. Hjá mér er það bara kleini en það er núsa. Sástu hvað ég á mörg? 2. Og í hvað leikin voru það? Æ, mann það er þetta ekki. Herðu, Delulu hérna, FSU. Tækniskólinn að jafna í liðum hérna. Kagiyama eins og er að koma þeim hérna yfir þegar að Spækir er komin inn á sætið og er að fara niður. Þetta er bjöð sem er vandamáli hjá FSU. Tækniskólinn að jafna hérna. Geta þau náðast tilbaka. Robby tekur út Shyman hérna. Þannig nú að væntanlega bara að reyna að finna einhver exit hérna. Megavall var ekkert með vopnið. Robby Bánsið tekur út Kate hérna næra einhverjum pikkin. Nei, Tiss tekur út Vegapál. Þetta er 11-11 hérna í úrslitaleg frís. Scheisse! Ég sagði þetta myndi fara 11-13 fyrir Tækniskólanum. Ég sagði það. Já. Ég veit það, ég mann þegar þú sagði það. En annað markið þitt var sett í 9-1 leik á móti Snæfell. Ég veit. Þar sem þú vissilega varst með fyrirliðabandið. Já. Fórst út á 50.50 mínútu. Já. Skoraði líka á 50.50 mínútu. Nei, já. Og inn á kom Pétur Theodor Arnarsson. Já, kom inn á mig. Já, sem skoraði. Það er alltaf næg player. Hann veit svona næst í hvað hann er að gera í fólkvölda. Það er gaman að þessu. Sjáum að FSU verður að vinna ránd. Það eru 3 út þarna. Peningurinn er farinn ef að þetta ránd tapast. Sjáum það að það er komið smá breyting. Eru ekki með auka mann hann inn á bíðinu en eru líka að spila framar. Og Tækniskólinn er að bakka út úr þessu. Hvað er að gerast þetta? Lesa það náttúrulega, sjá að Viperinn er komin okkar. Eru það töðnar það? Eru það töðnar? FSU er með þessi 3 út hérna. Og verða bara að nota þau núna. Verða bara að koma þessu í matchpointið. En Tækniskólinn... Já, það byrður til báðum vangjum. Sjáum hérna rótitið. Þetta er ekki Cypherinn sem er farin yfir. Tiss að lörka hérna yfir á AF. Og hérna kemur bara teleportið allt teimið. Rótið að koma mjög rætt hjá FSU hérna núna og það er ult til að svara. Smókandi komnir hérna niður og Tækniskólinn bara að lenda í því að þurfa að stoppa hérna og hvað á að hlaupa? Og hlaupa aftur á miðun og fara yfir á bíð. Gera það, senda allavega fyrsta mannin í gegn en var það fake og restina nei er svarið. Hérna er Delulu til að taka á móti. 14 sekúndur inn eftir, hvar er ultið að koma inn? Það er að koma hérna, 10 sekúndur á klukkunni.
Nær að planta hérna fyrir utan, en nei, það út hérna! Þetta heitir FSU sér í 12. Wow! Sæll! Tækniskólinn að bakka, ég bara taka ákvörðun og seint á móti últi. Og þetta FSU match point 1 rándi viðbót frá FSU. Þetta loka rándi, það verður öllu að hendi í þetta. Minnum á það að það CS næst. Jæja, drengi góðir. Hvernig framlenging? Ég ætla bara að segja, er win by 2 eða? Tvöru Win bara. by 2. Ekki win by 2, það er 2 fyrir ekki. Find you. Það er rétt skal vera rétt, sko. Það skulle reyna eitthvað allt annað hérna núna. Liggja á A-inu, B-ið búið að vera það sem búið að gefa. Þetta er svo alvöru úrslita, ég dýrka þetta, sko. Tölum líka það að það er ekkert ult á dæniskólinu með Viper ulti komið niður á B-inu hérna. Geta áskilið. Ég megnið eftir á A-inu. Þetta lít svo vel út fyrir FSU hérna, en einstaklingsframtaki getur ennþá talið. Og það vantar dæniskólinu núna, en það eru fyrstu 2 fröggi og 3 að falla hérna með FSU. Cage triggered. Tiss, við sáum hérna 4K-ð áðan, klötsið. Við höfum alla hérna núna, Viperinn að koma hlaupandi hérna tilbaka, Shimon að mæta til liðsfélagana. 30 sekúndur á klukkunni, bomban á þannig stað að Rotate er ekkert alveg í boði. 30 seconds left. Plótin er ekki andanum hérna fyrir spennið. Tiss, næ þessu fraggi til Lolo hins vegar mættur. Tiss er út síðan þarna þegar að allt er að gera. FSU er að taka þetta! 1 FSU í Valorant. Og það er risastórt fyrir FSU hérna. Komin yfir í úrslitaleik Frís. Þetta er... Vá! Þetta er alvöru! Við heyrum bara öskrið frammi. Það er stemming frammi. Það er svo á að vera. Það voru náttúrulega, fólk var að tala um 2-0 tækniskólann í kvöld, sko. Já, það er alveg búið að vera í tjattinum. Fólk má tala eins og þau vilja, sko. Hvílík framistað frá FSU. Já, það er bara geðveikt. Hefðu getið verið búin að klára þetta jafnvel fyrr, bara svona einhverjum svona smá kannski stress sem að dettur hann inn í einhverju stöðu. Já og nei, þú veist, tækniskólinn samt kom bara svo sterk tilbaka að það líka og þetta er bara það sem að gerist. Þú með 2 hörkulið. Heldur betur. Já, þetta er bara skemmtikraftar í FSU. En ég náttúrulega get ekki beðið þetta síðast núna, sko. Nú þá tæknar náttúrulega bara að svara, sko. Það var framlegging síðast. Framlegging síðast og tæknilið er náttúrulega ekki búið að sko missa, það er ekki búið að droppa mappi, það er ekki búið að tapa einu mappi allt móti, ekki tapa leikið síðast, en vissulega fór í framleggingum á FSU þannig að það getur allt gerst hérna. Áðurinn að, sko, mér finnst að því að við erum að fara í leikleikina, við erum í úrslitum, eigum að standa í síðastnum með. Þetta meina að taka My Old Throne. Já, negla Kristján hennar yfir á gamla staðinn og... Við gerum það. Já, ef við losum okkur þess að bánsa. Já, við fáum leið fyrir að losa okkur þess að bánsa. Þetta er bara fárulegt, skilur. Og við stöndum hérna yfir síðastnum. Bingo! Taka ljóslegar deildarsæti. Er það ekki? Við til það, fyrir með auðlýsingar, komum svo með CS-in, Frís, úrslitin, halda áfram. Þetta er bara ykkar kingdom. Og jákvæðisringur lokast. Eru þið tilbúin í þetta? Þetta er svo opbúrslega gerfilegt að hann sé svona hár. Þetta er bara passa. Ég hef alltaf verið miklu hærri. Og ég byrja? Sko, nei, ég byrja. Hann er náttúrulega alltaf að fara alla leið. I ain't taking the rap for this. Þetta er the roadkill. Trúið mér Stefán, mér líður samt ekki svo jafn illa þegar ég er að hlaupa. Sigur!
það einhvern veginn allt svo auðvelt með henni, sko. Og í kringum hana. Ég var mjög heppinn. The NBA play-in tournament, ladies and gentlemen. 8 teams fighting for the last 2 playoff spots in each conference. The stakes are massive. Massive? This is playoff level drama. Before we even get to the playoffs. Giant, monstrous, mammoth. That's humongous. All right, Shaq, we get it. You know big, but nothing is bigger than the playoffs. You need to win to get in. Við tökum öll þátt í að vefa framtíðina. Enginn veit nákvæmlega hvernig hún verður. Hvaða möguleikar skapast. Hvernig þeir fléttast saman. Eitt getum við samt verið vissum. Framtíðin verður með ólíkindum. Möguleikarnir endalausir. Tækifærin sem tækniframfarirnar skapa verða þó ekki raunveruleg fyrr en þær eru komnar til þín. Þú þarft að hafa hnökralausan aðgang að framtíðinni, hvaða tækifæri sem þú vilt grípa. Þess vegna leggjum við þúsundir ljósleiðara þráða landið. Vefum þétt net sem tryggir að hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Signore borgarstjóri, með þessum turni geri ég Písa heimsfræga og þig líka. Æ, slíki turnar eru þegar til í Róm, Feneyjum og Flórens. En þessi verður sívalur. Æ, ég veit ekki. Kannski hjálpar Red Bull þér að taka annan snúning á þessu. Nú veit ég. Við gerum þetta auðvitað svona. Perfetto. Red Bull veitir vængi. Ég vissi ekki að ég geti hlaupið tæplega 300 km, sko. En mér finnst það mjög lítið núna. Ný heimildarmynd eftir Sigrúnu Ósku Kristjánsdóttur ofurhlauparan Mariersk. Þetta mun ekki og ekki það erfiðasta sem maður þarf að ganga gegnum lífinu að hlaupa í hlaup, sko. Sigrún Ósk fylgir Mari eftir í 1 ár, fer með henni í stærsta hlaup hennar til þessa. Markmiðið sem sagt 65 tímar. Heimsækir SOS barnaþorpið sem hún ólst upp í. Komum náttúrulega hinga bara svelt, sko. Hann stakk hnífinni lungun af babba tvisvar. Og kafar í magnaða sögu þessarar ótrúlegu íþróttakonu. Þú ælir bara. Hvað það sem að drífur þig áfram? Ég held að sé bara ástríða. Líka bara einmitt, hvað getur maður? Mari, 1. maí á Stöð 2. Ég hef alla tíð verið með sjúklega mikla bíladöllur. Í þessum þáttum ætlum við að kynnast alls konar faratækjum. Ég heiti Magnea og þetta er 0 upp í 100. Rock and roll! Býtur ekki á? Nei, ekkert. Fiskunum leiðið sjálfsagt jafn mikið mér. Ég held þú þurfir Red Bull. Orkudrykkin. Ég þarf ekki Red Bull til að veiða. Ekki fyrir þig, fyrir þá. Fyrir fiskana? Býtu, fylgstu með. Red Bull veitir vængi. Ekki slæmt, en ekki svo gott heldur.
Jæja. Hvernig líður þér? Þetta bara svona fínt sko. Þetta svona meira, maður gramdaður, þú ert meira til í þetta einhvern veginn. Maður á fótum sko. Þú ert meira reddi í einhver smá átök, skilurðu, og þú ert komin á gamla staðinn. Já. Þarna varst alltaf. Já. Þarna varst alltaf stór. Já. Ég var einu sinni, já. Þarna var alltaf stór, bara formúlan datt inn og það hafði ekki tíma fyrir. Já, mér er þannig. Já. Ég held að það var í disk, sko, en... Já, ertu að tala um að ég var að fatshame'a? Nei, ég var þetta ekki heldur að taka því. Takk fyrir að fara þangað. Nei, þú fórst ekki, ég fór ekki, þú fórst bara algjörlega. Nei, ég fór ekki neitt svolítið. Fór ég í það? Kitty, fór ég í það? Nei, alls ekki, sko. Gerði það alls ekki, sko. Hvað er Kitty að gera? Hann svo, þú veist, af hverju... Svo förðulegu tíð. Það er svo gaman að vera með þess að bangsa. Ef við pælum þessi í þessu, sko. Gæni alltaf bara... Ég er ekki að vera 30, ég er 24 ára. Ég er ekki að vera 30. Og við erum alltaf gamlir, skilju. Þannig að Kitty átti að vera eitthvað svona, heyrðu, hérna, ungu krökkunum sem að, þú veist, framhaldsskólakrökkunum vantar einhvern veginn að leita við. Kitty alveg pína miskila hvað fólk í framhaldsskólum gamalt. Ég get kent ykkur að juggla. Ok, við fáum... Ekkert eðla til, já. Þetta gekk vel. Nei, það er mjög erfitt að juggla þessu, sko. Já, einu sinni enn maður sjá. Flottur maður. Já, illur ræðari kennir mörgæsinu. Já. Fuck. Hérna, er það ekki komið flott? Jú. Ekki? Ég held að. Það er leikur leikina. Það er svona að koma að leikjana. Það er leikur 2 í úrslitum Frís FSU yfir, eins og vorum að ræða þess að hann. Hérna, tæknum ekki tapa mappi í svona leik. Ég er bara svo auðvitað með út að kitta, sko. Ég er bara náttum á þessu, sko. Við hefum hort á mestardildina, úrslitin þar. Við hefum hort á HM fótbolta. Hefur einhvern tímann séð einhvern jögla mörgæsabunn í úrslitum? Nei. En við erum frumkvöðlarstrákar. Nei. Sannlega ekki. Víst erum við frumkvöðlar. Það er Inferno. Það er leikur leikjana. Það er CS2. Inferno. Ég er svolítið hrifinn af þessum að... Fyrsta Infi bara á sísón. 100%. Við höfum verið í 3 Vertigo held ég alveg örgulega. Já, 2 eða 3, svo fengum við Ancient. Svo fengum við 2 Ancient. Jú, 2 Ancient. Vorum við búin að fá eitthvað Anubis? Nei. Fílaði Anubis? Jæ, það er ekki mitt map, sko. Ég er nefnilega að digga það, sko. Já, það er víst alveg næs. Ég bara hef ekkert spilað ykkur við. Og ég er mjög gaman að horfa á prófleikið, sko. Já, það er eiginlega alveg svona leiðilegt hvað ég er búin að spila lítið CS. Já, svo það reyndar hana. Ég á svona 8 leiki Anubis, svona í heildina frá ökum út, sko. Já, þú veist, ég líka, já, max, sko. En við ætlum að spila í kvöld. Þannig að Faceit má passa sig, allavega svona 24. Hérna er ekki bara Nikkin í síðasta sinn? Það er Nikkin. Það er komið að Nikkonum í síðasta sinn og við skulum fara yfir. Það er spurning sko hvort það sé ykkur breytingar búin að eiga sér stað. Þú ert tilbúið með skjalið. Það sjálfsög. Þú ert tilbúið með skjalið. Förum aðeins yfir þetta. Við byrjum á tækniskólanum. Við erum að byrja á tækniskólanum. Já. Það erum við með Elísan. Ertu með nafn þarna fyrir mig á? Elías. Elísan yfir í... Þannig að það sem við vorum að vonast eftir síðast er ekki alveg að ganga. Nei. Hérna, þetta er Elísan. Þetta er bara 1,5. Herru, það er þrenna. Það er alltaf 1,5. Er það ekki? Jú. Er ég ekki búinn að vera sannspor hana? Jú. Washed tofu. Já, þú veist bara... Þrifið tofu. Já, bara þrifið tofu. Já, þetta er bara good shit á, sko. Það er lækkun. Það? Ó, ég ætlaði að vera með þess að góður í úrslitunum. Herru, Kitty með skástrík. Ekki? Nei, býtu. Ok, við fengum náttúrulega, við vorum... Einmitt. Það var stokki á okkur hérna. Alveg rétt. Það var æstur múgur fyrir utan stúdíóið hérna síðast. Já. Býtu? Hvernig var þetta þér? Er þetta ekki K-D? Þú veist, eins og K-D. En þetta er þá samt eiginlega K-D. K-D-D, eitthvað. K-D-D. K-D-D. Klúður þessu sko. Nei, var þetta ekki bara Kitty nema þetta átti að vera svona K-D? K-D nema Kitty, já. Það sé bara, já, það er bara Kitty. Það er samt K-D, það er K-D eitthvað, og það er, þú veist, eins og sérfræðingar okkar vita, Kitty. Já, ég bara skil ekki, nei, hvað, er þetta bara Kitty? Eins og sérfræðingar okkar vita, þá er þetta K-D mjög mikilvægt í CS. Já, að sjálfsögðu. Þannig að, er það að... Já, veistu, ég ætla að hækka hann. Í? 2. Já, það er vissulega lækkun. Nei. Ég ætla að hækka hann. Það er ekki aðeins. En hérna, já, þessu hvað, heldur í sama og síðast þetta, það voru 2, sko. Já, en ég sagði fyrst, 2,5. Já, ég var náttúrulega bara rosalega gjafmildur undan fyrst. Já, þannig að þú veist. Já, má ég gefa hann 2,5 aftur, eða? Gefið þið mig það? Já.
fair play. Þetta er 2-5, það er alveg rétt, þetta er 2-5. Hypo, það er eitthvað svona smá skemmtilegt við þetta. Ég veit ekki alveg hvað það er, þú veist, þetta er bara, það virkar vel. Hypo að koma aftan að einhverjum og eitthvað svona, þetta er gott, þetta er 2-5. Það er hækkun líka. Ég ætla að vera gjafmildur með það. Tix alltaf verið hrifin af því eins og ég sagt, þetta er þristur. Hvað er að gerast? Það hlýtur að vera hækkun. Hvað er að gerast? Það hefur einhvern veginn gefið þrist. Ertu veikur? Nei, hann er veikur. Ég er bara alveg sárlag. Hann hefur gefið þrist, já. Og hann gaf, sem sagt, hann gaf Tix þrist í fyrstu umferð. Já. Oh my god. Lækkaði hann svo í 2-5. Endar í þristinum aftur. Það er ásinn og þetta er bara skemmtilegt, það er gaman að vinna með þetta. Step Cat, ég skil ekki konseptið, aldrei skil ég þetta konsept. Þetta er bara eins og Step Dad, Step Cat. Ég veit það. Þá skilur þú konceptið. Sum fólk lendir í því að mamma og pabbi skilja. Já. Og þá eignast þau kannski svona, þú stjúpforeldri. Þetta stjúpforeldri átti kannski hálfkött. Þetta er sem þú veist. Þetta er ekkert rosalega gott. Þetta er bara ás, sko. Þetta er ás, það er lækkun. Það er lækkun. 1-5 ás, bam. Ég er að vera pirraður bara. Frostfire, það hefur aldrei verið þessar tölustaðar fyrir aftan inn í leiknum. Jú, nei, ég held þetta nafn hafa aldrei komið í leiknum, en svo er það, sko. Frostfire, bara, þú veist, eitthvað allt típist, þannig að ég ætla að gefa þessu 1. Það er lækkun. Hvað er í gangi? Lækkun. Normal Bob. Normal Bob með hérna hástöðum og lástöðum og einu bandstykki hérna, það ætla að gefa Normal Bob í dag 2,5. Það er einn heill í hækkun, þetta var 1,5 síðast. Nei, 2,5. Er það ekki? Nei, þetta var tvistu síðast. Já, ok. Þannig að meðalengun, tækniskólans í dag, í úrslitunum, koma inn í úrsliti með sterkan 1,875. Sér það? 1,875. Til lukku? Færum okkur það yfir. Þar sko, já. Fyrsta lagi, eitt flottasta logo í keppni. Já, eitt flottasta logo í keppni. Er það ekki? Jú. Ég ætla samt að gefa þér að, sko, þetta er lækkun frá fyrstu útsendingu. Hjá tæknum, sko. Nú? Ok, ég er ekki alveg búinn að vera nógu samfærir með sjálfa mig. Ekki mikil, sko, en þetta er vissulega lækkun. Herðu, kassi. Förum í kassa. Kassi, bara kassi, skilur. Við erum búin að fara í gennum þann auksum. Einmitt. Þetta er bara kassi. Geðvitt. Já, einmitt. Kitta varst geðvitt. 1,5? Jú, já, hækkun. Hækkun? Já, ok, fór ég á síðast. Ég held í smá að það var sagt 5. Ég heyrði bara 5. Þetta er 5. Skibri Fortnite Sigma. Bætti við Skibri, þarna fyrir framann. Eftir eitthvað, gott TikTok frá Aron Kristinn, eða ekki? Jú, heldur betur. Og við peppum Aron Kristinn. Við bara dýrkum Aron Kristinn. 2. Vá! Þetta er bara 100%. Vá, 100% aukning. Já. Ice Nosey, búinn að vera hérna, mér líður eins og hann sé búinn að vera hérna öll okkar ár. Ég veit ekki hvað það er. Já, ég held að sé ekki. Ég held að hann hefði bara verið í fyrra. Já, ok. Hann hefur alltaf verið svona afgerandi einhvern veginn og ég fíla Nicky að einhverju leyti. Þannig að ég ætla að henda Ice Nosey í tvistinn. Það er tvisturinn. Já. Shimon. Við erum búin að fara yfir það. Simon. Þetta er Simon, Shimon. Þetta er eitthvað næs. Þú veist, 2,5. Vá! Það er hækkun. Já. 2,5? FSU er að koma vel út úr sér. Þefarinn fer í 0,5. Nei, hættu þessu. 0,5. Það er þetta vissulega mjög samkvæmisjónleir. Já, ég eiginlega kalla bara smá eftir breytingu á þefarinn. Þefarinn, ekki breytast. Þefarinn. Vertu þú sjálfur. Munið ekki eftir mómentum. Gerðu það sem þú vil. Hann byrjar að syngja. Það er ekkert eðlilega skrítið að segja einhverjum sem kallar sig þefarinn að vera hann sjálfur og gera það sem hann vil. Gerðu það sem þú vil. Ég söngur. Svo fallegu víbrat og heyrðu. Já, þetta er alveg bara. Hann er hitt upp, hann myndi halda að vera að gegga eitthvað starf eftir eða eitthvað. Það er frábært. Þefarinn hins vegar, þú veist, við áttum eitthvað móment þarna í síðustu viku. Nei, veist, ég er bara samlega. Sem að var bara svona, þetta er bara alltaf grilla. Já, við vorum eitthvað að reyna. Já. Þú veist, út af því að þú getur ekki einu sinni hendi eitthvað svona. Þú veist, það er bara eitthvað skrítið að einhver finni lyktina. Já, einmitt. Það var líka málum. Þú var það ekki að svona reynda? Jú, þetta var eitthvað svona, þú veist, hann er komin á bragði eitthvað virkar. Já. Nei, þetta bara virkar ekki. Smakkarinn væri aðeins betra, sko. Já, en það var líka eitthvað svona þegar maður er að hvísla. Það verður að skríti. Það er eitthvað sem virkar, sko. Þefarinn. Það er eitthvað. Ok, það er 0,5. Hvað er Dabbi kaldi? Þefarinn lörkar í baki. Hvað heitir Dabbi aftur? Hann heitir Dabbi. Bara heitir Davíð bara? Þú veist, það stendur bara Dabbi. Já. Það er ekkert svona eitthvað Davíð K eða eitthvað svona dæmi eða eitthvað. Já, menn hann myndi bara heita Kaldi.
Kaldal eða eitthvað skilur. Það væri nett sko. Væri hann smá kúl. Dabbi kaldi maður, bara þú veist, þetta er bara heiðalegt nikk, þetta er bara tvistur. Tvistur? Já. Sorry, þetta er mest Egils ás sem ég séð, sko, Dabbi kaldi. Vissulega var þetta Egils ás fyrir 2 vikur síðan, sko. Bingo! Herri, en við erum þá að tala um það. Ég þekki þig betur en þig. Nei, ég sagði það, ég var bara að segja ykkur núna hér. Í fyrstu umferð, þá fekk FSU 1,25 í meðalengur. Sérst í áttalegu úrslitum. Í dag, 1,75. Ó, ég ætlaði að segja. Sjá þetta? Ég ætlaði ekki að segja það. Þetta er þvílík hækkun. Þannig að inn í leikinn er Tækniskólinn klálega að fara inn með sterkara liðina með 1,875. Móti 1,75. Svo fallegt að horfa upp á þetta. Sjáu hérna hvað allt er að vera klárt. FSU þjálfarinn búinn að koma sér fyrir. Ég virði líka okkar mann að mæti skyrtunni. Það er verið að bera virðingu fyrir mót. Það voru 3 gæjar í jakkafötum á hann, sko. Já, það eru ekki 3 í skyrtu, sýnist mér, hjá Tækniskólanum. Virkilega vel gert að allir byrjar að peppa sér vel. Já, okkar mann er það næst líka. Já. Eru að fara inn í leikinn, eða? Nei, ég meina fólk er bara að byrja að peppa sér skyrtuna. Er það eitthvað merkið á hversu góður eftir séð, sko, sem mikið lyklaborð er á hlið? Veistu hvað við? Nei, ég held ekki. Ég held að nývana sé að byrja. Það er farin leikur, þú sjá nývana, hvort liði byrjar. Hvort, svona fyrsta eru nývanar. Það er búið að nýva í liðspila þarna sínum mér. Já, báðum megin. Já, báðum megin. Bara jafnið þessu, bara hafa þetta nokkuð örugt. Bara frendi fæði sig í gangi. Gamla góða línan. Niður miðuna. Það virðist að fara þægilega til FSU. Gerir það. Nei, hérna, Egill, hvernig hnífað þú? Bara, hérna, ég forða mér aðeins svolítið og svo bara hægri klikk, skilur? Já, hérna, stabbið, ekki slassið. Nei. Já, ég líka. Já. Þetta, einhverju prófar að gera eitthvað tvísvar og svo hitt. Nei, já, ég er bara að reyna að hlaupa Ég er bara að reyna að ná sem mestu í einu, skilur. Og ég er líka bara líklegast að fara að ná því einu svona annað. Já, algjörlega. Það er alltaf þannig. Herru, það er þannig að sýnist FSU ætla að byrja hérna heldur betur, FSU í CT og Tækniskólinn í TER Inferno. Þú varst náttúrulega á Ítalíu að kynna þér aðeins aðstæður þarna. Það er ekki svo lengu. Já. Þetta er bara mjög svona, þetta er fallega sett upp mapp hérna hjá CS Hönnum. Minni bara vel á þetta, hangar eins. Það er termiðan upp hérna hægri miðin að væntanlega ætla að fara bara upp í húsi í svona annarkort, bara eitthvað kontakt. Ice Nosey er þægilegur, heyrðu þetta. Hérna. Sáu hann í skóp. Nær að bakka, hann er close, nær einum minna, nær öðrum. Öðrum. Ekki. K-Diddy. Þetta er ves. Kitty. Bomban að fara bara beinustu leið niður á æð, búin að mynda sér þægilega stöð. 3-3 hérna. Með ítekið. Það er ekkert stöff eftir. Grenslan, það var einn grensla á 70 minni upp á því, hún er farin. Hún er farin og... hérna. Getur Fevarinn verið hetjan? Nei, svo er ekki. Tækniskólinn vinnur hérna fyrsta rándið. Komur sér rosalega þægilega þarna inn á æð. Bettu kannski aðeins meira þarna inn á bíð í FSU. En hér sjáum við að það er forsið. Beinustu leið í forsið á FSU. Ætla sér svoleiðis að halda þessu mökkunum og ekki einn degla hana á Ice Nosey. 2 rakvar hins vegar hinum megin. Heldur betur. Bæson, ég ánægði með Bæson. Tix, hann ætla svoleiðis bara að dundra sér hérna inn á bíð. Kemur Mollin sem stoppar hann hins vegar og Ice Nosey er hérna inn á bíðinu en rotatið er að koma tilbaka hérna. Þau þurfa að vera fljótir til þess að missa ekki af því. Ice Nosey næri svo að 2 sem er ótrúlegt. Sterkur á Ice Nosey. Ég meina þetta er að koma bara, þetta er mjög hörkið útrúlega að Fevarinn kom þetta viðbót og nú er Hypo að falla hérna. Þetta er Kitty gegn 2 en bomban liggur inn á sæt. Áhugavert. Maður hefði haldið einhvern veginn að FSU myndi reyna að raða sér í kringum bombuna en eru spottaðar og Simon tekur Kitty út. FSU að svara forsið hérna. Alltaf hvort þegar forsið virkar annars ertu í annars er miklu skít. Er það samt nú? Er maður ekki bara
Er það ekki bara einhver meta bara forsa og svo bara spara á 3. randi eða eitthvað? Já. Ég er ekkert að, ég veit þetta ekki hugmyndu, það var allavega þannig ekkert 3 og eitthvað. En ég er náttúrulega kaup bara sjólu í öðru randi og öllum randum eftir það. Einmitt. Það virkar. Bara leið og átt efna á henni, þá erum bara komin til þín. Já, einmitt. Tæknileg pása. Já. Erum við með útskýringu þessari tæknilegu pásu? Mér líður eins og þessi fyrsta tæknilega pásan okkur á þessu tímli. Er þetta ekki rétt? Ég vil bara fá allt í úrslitum. Hér á bara allt að gera. Það er bara þannig. Kíkjum inn í herbygginn. Er eitthvað að frétta þar? Eða er þetta, ég var að spá hvort það væri bindisnútur eða eitthvað. Virðist ekki vera. Nei, við erum búin að taka bindi niður, sko. Bara hneppa 2 frá. Svo er náttúrulega alltaf reglan. Þetta er ein tala frá, sko. Hann mætti alveg neppa niður annari hérna næst okkur, sko. Jú, hann mætti alveg gera. Sérstaklega, sko, það væri ekkert eðlilega nett ef við fyrir með framlengingu eða eitthvað. Já. Nei, sko, að því þetta snýst allt sko, þetta er allt merkjum hversu ríkur þú ert, sko. Hefurðu keyrt það? Nei. Því ríkari sem þú ert, því fleiri tölum hneppur niður. Býttunum við erum að fara í eitthvað vesen hérna. Nú? Það er eitthvað... Er eitthvað böl og bras á okkur? Það er eitthvað böl og bras, þannig að það er spurning... Viltu að ég útskýri hnappan betur? Já, tökum hnappana. Útskýri þetta fyrir mér. Það er nú ekki bara mikið flóknar heldur en það. Þetta er allt sem að merkja með auð, sko. Já. Það má bara koma inn í stúdíu meðan að menn er að gera sig klára þarna frammi, sko. Þetta er ekkert mál. Já, þetta er í rauninni þannig. Þú veist, Egill er afklæðast inn í settinu. Ég hef hneppt alveg upp. Já, það er út í að þú veit ekkert eðlilega að það er bankabók. Já, það er svona, það hefur gengið betur í bankabókinni. En staðan er samt ekkert endilega þannig í þessari skiptu sem ég er í. En ef við erum í svona jakkafötum, skiptu innanundir, þá erum við alltaf að tala um það að þessi hérna er sem ég ekkert lengur gerður í dag. Skilurðu? Nei, þú talar alveg þarna. Alltaf 2. Já, vissulega ekki í þessari skiptu samt. En leiðu átt aðeins meiri pening, þá hendur í 3. Skilurðu? En ég ætla ekki að fara mikið lengra og niður en þetta hér, en til dæmis, skilurðu. Heldur þetta svo bara áfram eftir... Já, ég sá bara Björgólf Thor einhvern veginn mæta gamla bjó, skilurðu, og það var bara ein tal neðst. Hann bara girti sig einhvern veginn með henni, svo var þetta bara opið. Skilurðu? Eins og maður gerir bara. Og auðvitað snýst alveg standa einhverju leiti líka, þú veist, ég meina, það var alveg standi. En sýttur við aftur komin í leik bara. En þú veist, en þetta snýstu það, bara svona smá lærdómur. Getum við fengið einhverja útskýringu? Erum við að spila fyrsta ráð, er bara restart á leiknum? Í stöðun 1-1. Það er bara full restart. Þetta er bara nýr leikur. Jæja. Af hverju ekki? Byrjum þetta bara på nýtt. Já, þetta er sér, svo við fáum ekki nóg að hann. Og þetta byrja líka bara nákvæmlega eins, basically eins og fyrsta rándið var. Tækniskólinn kemur sér þægilega hérna inn á A1. Kipti hérna í ágæti stöðu en skipir í. Setur hann bara í hausinn á hann og tekur hann þægilega út. Hæfó og Elísan svara hins vegar. Og tækniskólinn kemur hérna í þægilega einhvern kannski eftir dúlurnar. Tófu hérna með 3K. Þeir eru hérna vel í að halda sætinu og þetta er bara tiltölulega alveg eins byrjun og fyrsta rándi var aðan. Það er spurning hvort að FSU ákveðir að forsa aftur hérna núna. Þeir eru búinir að svona, það er eina við það. Þeir voru búinir að sína kannski smá stratti þar að negli forsið. Ákveða að gera það ekki hérna núna. Nokkra grenur. Allir með grenur væntanlega bara niður miðju. Fyrsta frækinn komið. Það ætlar ekki að gera, já, summistöku öðru rándur síðast. 2-0. En fáum hérna ágætis kaup á FSU. Sjáum hvað setur hérna. FSU fara bara í defaultið. 3 á A-inu, 2 til að verjast á B-inu. Kasta hérna grenum hérna niður bananan en gera engan skaða hins vegar. Það er 1 kit á FSU og tækniskólinn nænuðu plantinu. Það er bara aðeins Nósi sem er kitið sem einmitt situr hérna. Eyri tek sem að droppa. Ert þú mikill infmaður? Já, ég er infamaður. Ég held að ég sé infmaður. En þú er flottur með sjálfuna þarna uppi. Hvað heldur ég geri? Beint upp í hús með sjálfuna bara. Kalla Monty Special vissulega að hústa sérstaklega. Keyra alveg niður sko. En það er eina sem ég get í þessum máli.
Tixin búinn að taka upp þefarann. Já, þetta... Kassi líka með hárréttu tíma. Hárréttu tíma, tæming er svo mikilvægt í þessu. Kemur þetta í gegn smókinn sjöð. Það er enginn að fylgjast með, smóknum. Kemur þetta í gegn og ég ætti bara að ganga að beita á mannin Kassi hérna. Tefja planti og þá er Hypo einn eftir FSU að koma sér í fína stöðu hérna. Hypo getur hann á frækkinu hér, gerir það. 2-1 núna. Icenossi klára þetta. Getur uppfært, er ekki M4 nextað líka. Nei, það er AK, það er ennþá betra. Með þessi 5 round sem við erum búin að sjá núna, þótt að það sé 2-1 í stöðutöflunni, þá er þetta fara að vera hörku síðastlegur. Það sé ekki á XM, það verður að segjast. Maður fær ekki allt sem maður vill. Ég er nefnilega orðið svolítið hrifinn að þið líka þegar Lexi hendur bara beint á sjálfuna og við fylgjum bara með sjálfuna. Algjörlega. Allt er rándið, sko. Þessi grena þarna frá Shimon, hann er að gera eitthvað smá skaða á Tofu og hann er yfir allir fjórir að koma hérna upp vannan. Bara grensa þarna vel niður, þarf að keyra aftur inn á sætið. Það er svo að keyra inn og bara áhugavert að sjá hvað kaupið er slappt hjá FSU þrátt fyrir að vera að vinna rándið. Sæti hérna bara, já, undan sér í raun og veru flössun að fljúa, allt stöfið komið og rótetið er mjög hægt hjá FSU. Erum við að koma hérna núna og Shimon og Kassi hérna með Sikon. Local Lies. Lörkið. Kitty er ekki með bombuna, hún liggur bara hérna í púlinu. Þetta er erfið staða fyrir Tækniskólann. 2 og 3 eru hins vegar með AK-una sína en... Eru skólamestar ekki pottinn að lofa einingu fyrir Kitty? Þetta er að vera. Hvað myndir maður, þú veist... Ertu komin... Það er 3 einingar auðvitað. Ég myndi segja 7. Titill. Það var verið að gefa þetta alveg hægri vinstri þarna, back in the days. Kassi er búinn að taka sér dægilega stöður. Þetta er 1 og 1 hérna. Kassi. Læsan. Smókurinn er mikilvægur hérna, plantið, hann næri niður, 1 og 1 og Kassi þarf að koma í gegnum smókinn. Nú er bara spurning hver sé hvern á undan og það er Tækniskólinn sem kemst í 3-1. Setur svo sem peningin ekkert í glataða stöðu þarna hinum einn, þeir geta nú alveg gett sér eitthvað aðeins. Ákveð að gera það, Forces aðeins niður. Mósi byrjar klassíska smókamiðina og grenur hérna sem svoleiðis reglast niður bannan en taka henni ekki sátt að hákja Pigs sem er á ekki að brenna þarna, ótrúlega satt, hann á að finna sér einhvern veginn stöðuna til þess að gera það ekki. Shimon og Kassi hérna með fínustu línur bíðandi bara eftir að Tix hlaupi svoleiðis inn í línuna. Tix veit af Kassa hérna. Hýtt hann á Shimon. Kíkir hann á Shimon. Gerir það en Shimon er bara undan. Eitt þægilegur haus hérna og FSU komnir í þægilega stöður. Hypo jafnar aðeins leikinn. Tekur Kassa út sem að kannski orðin aðeins og aggressífur hann á Shimon brennur og Hypo klárar hann bara og það er búið að snúa þessu við 2 á móti 2. Elísan og Hypo á móti Þefaranum og Skipti. Þefarin næri svo vel niður að Hypo en Hypo klárar. Þeir vita, Skipti veit að þeir eru að fara niður á bíð, hann er að reyna að koma sér eins hratt og hann getur hérna yfir. Fá hérna fínusta fría bombu niður. Ætlar að reyna þetta samt sem maður, 1 og 2, veit náttúrulega Hypo er lár. Bara með 1 smók samt sem maður. Ekkert skinn og akkon líka, það er alltaf vissin. Einmitt. Það er bara ekki alveg það sama, sko. Hypo heyrir í honum, segir Elísson að koma tilbaka. Lætur hann vita af sér. Smókið stendur inn. Flókin staðna, Tækniskólinn að gera þetta bara hárrétt. Kemur sér í
4-1. Svara fyrir Valóið eru að fara í oddaleikinn, það kemur allt saman í ljós. Og það ef að FSU tekur þennan leik á staðan 2-0, þá kvöldi búið. Þá titillinn að fara haustu fyrir fjall. Já. Það er spurning. Það er búið að styrkja hana hillu. Heyrðu, bíddu. Það er gamla góða æstakki hérna. Ég kann að meta þetta. Æsl trefna þessu. Gamla góða. Þeir eru að betta þetta alveg svona frekar rétt. Fyrir eftir hvort þeir í tekniskólanum ákveða að fara upp húsið eða ekki. Virðist alltaf. Þetta er rosa lítið kúl nefnilega þegar enginn kemur, sko. Já. Það var þetta svona pínu bara, voruð allir að bústa okkur mörgum eitthvað. En svo næs ef það dettur, sko. Ja, geðveikt að dettur, sko. Svo næs. Tix og allir í mappinu hreyfa sig ekki. Nei, tekniskólinn alltaf bara vill fá einhverju upplýsingar hérna. Þeim grunar þetta náttúrulega. Þeim grunar að sé að stakka eitthvað staðar. Og þetta gæti verið merkið um það. Hérna verið að feika þetta ekki. Hérna verið að gera læti því að núna á að fara að rölda upp og núna er Kitty, tekið niður. Hérna kemur stöffið, nú á að keyra inn á sætið en þetta náttúrulega býr það til hjá tekniskólum að þeir vilja bakka. Skilja vissulega mann eftir þetta inn á og Tix er að fara í lurki bara alveg eins og við sáum reglulega í Való. Stakalur. Hoppa komið niður. Tekniskólinn, ég er búinn að leysa vel úr þessari þraut sem hann búið að setja fyrir þannig. Hypo búinn að vera á eldi fyrir tekniskólan í þessari rimmu hingað til. Komið 10 frögg. Tix tekur út kassa, það er Shimon einn eftir í ansi erfiðri stöðu, 1-4. Það er nefnum hauskýri það ekki og Hypo heldur bara áfram 3K í þessu rándi. 11 á skórpotunni hjá honum. 5-1 fyrir tekniskólanum. Ég vil taka fram að ég er ruggla saman Tiss og Tix. Hvað segir þið? Ég er ruggla saman Tiss og Tix þegar það eins og ég val og bara nafnan þess samt sko, eiginlega. Einmitt. Kannski er þetta svo sami? Nei. Nei, ok. Fórum að doppelchecka það því ég er svona, nei, þetta er ekki rétt hjá mér. Það sem er skemmtilegt. Já, það er partur af þessu. Þú getur sko alveg gert mistökur svo það er, sko. Og það er bara allt í lagi. Takk. Heyrðu, þetta er saman skil og ég mest. Þetta er fínt, sko. Er eitthvað valjú í þessu, það? Já. Ekkert eitthvað alvöru þúnt. Hvað er að tala um? $20 eða eitthvað? Nei, það sem er það. Minni það, sko. Ég man ekki hvað heitir en ég get ekki spila. Þú var að spila með. Ég veit það. Hann heitir samt eitthvað bjánulegt hjá mér. Já, ok. Eins og ávera. Ice no see. Ja. Nei. Tekniskólinn er að ég ná að teygja hérna á vörninu í FSU en sjá það þegar hann á vappanum hann kom með 1 pick. Erum með vappa núna í spilinu. Hann er að halda hérna. Var allir tekniskólinn að enda Hoppan á Tix og farin á B-ið. Elísan beigði þarna svo þræðina. Simon hins vegar, Tix klárar og kemur bombunni niður nema að þefarinn ákveður að negla sér út í flóð. Það er svo segnaði hins vegar og Tix klárar hann. Það var þetta þúnt, ég held að Kassi verður nú bara að halda þessum M4 sem hann er með hérna. Virðist þetta að gera það. Tekniskólinn að koma sér í 7. rándið og já, vissulega að ná yfirhundinni hérna í upphafi á þessum úrslitaleik í CS. Tekniskólinn mátti náttúrulega líka bara ekkert mistiða sig hérna. Nei. Mátti ekki hleypa bara FSU inn í það að geta ég fá bara trúna hérna. Lið sem að tapar sko. Í síðasta leik. Nei.
tæft var það maður. Lið sem að tapar ekki rándi í öllu mótinu, það kemur ekki í úrslitaleikin. Það kemur ekki í úrslitaleikin og gera það í fyrsta skipti. Nei, og líka sko, það er ekkert vannmatt hérna, því að náttúrulega ef að þegar FSU mæti þeim í undankeppni, þá fer þetta í framlengingu. Einmitt. Og maður sér hérna, Tækniskólinn er bara sjarp. Virkilega sjarp. Termegin líka, sko, þú veist, við erum átt okkur á því að FSU ákveður að byrja CT-megin. Kitty hérna komið með opnun. Það er bara að keyra hrattinn að vissulega tveir að taka á móti. Kassi er bara ekki tilbúin í það. Klera hotnin, Þevar netta. Þevar er komið með 2 innan Hypo. Búinn að taka hann út. Hypo. Sá hérna glitta í Ice Nosey. Fer tilbaka. Nær hérna vel niður á honum. Ice Nosey, 1 og 2 núna. Það var timing á fyrstinu. Heldur betur bomban að fara niður. Trettur það er að berjast við hóstælinu núna. Já, hefur verið betri. Heyrist það ekki alveg? Fyrir mjúknum svona. Geggjaður. Fólk elskar einmitt fólk að hósta í sjónvarpi. Ég segi það. Já, Ice Nosey, hann er farin að vinna á Prime Explode. Þetta eru 22 HP sem sleppur með þetta. Allt og langan tíma. Já, varst að sleppa með skrekkir þetta. Svakalegt. En kemur þessu hins vegar í 7 ránd fyrir Tækniskólann og FSU þarf að fara að býta frá sér. Verða í rauninni svona helst að taka bara rest. Við tölum bara reynd út. Algjörlega. 1 ránd og það var ekki 3. rándið. Já. Það var 3. rándið. Bónusrándið. Tóku hérna búin að opna, tekur Ice Nosey strax í upphafi. Var Nosey búin að vara með vappa eitthvað? Gerði hérna hratt, nátt algjöru barnakontróli, en við sjáum það að Rotate er að koma. Það er svona þokkalega samt ekki. Þeir smekju að fara í full Rotate en hérna á púsið að koma, en á sama tíma er Tofu búinn að falla hérna aftur. Þevarinn hins vegar að fara að fá tæmingina. Ef hann er bara nógu fljótur og hann gerir það hér. Fær tæmingin, hann næri ekki að láta það telja! Tofu kom með línuna, veit að vappið þarna. Hann er ekki komið niður samt sem áður. Tofu búinn að taka Þevarinn að Shimon núna 1 á 3. Við veitum nákvæmlega hvað hann er og við veitum nákvæmlega hvað þetta endar. 8-1 Tækniskólinn. Hypo að næla sér í 15. fraggið sitt. Þevar svoleiðis upp fröggin. Það meikar sens þegar maður segir það svona. Já, aðeins, þú veist, þetta virkar alveg hana. Það ekki. En þú ert náttúrulega bara ekkert að fara, þú ert ekkert að fara eitthvað að valda við lið sem mætir hérna svona, þú veist, bara veldressað, ber virðingu fyrir úrslitaleiknum. Það er málið. Það komið til að sækja byggar. Það sést. 100% þannig. Þeim líka líður vel ef við sjáum þetta hana. Já. Það er bara þægindum. Það er góður. Smá brekka hjá FSU, það er hins vegar allt hægt í þessu eins og við vitum öll. Já, elsku Egill okkar. Rugg. Er þetta maður? Hæ? Þú maður fór sendinga te með miklu hunangi hérna í stúdíu í dag. Já, þú vil vera að fallegt maður. Hæ? Ég er bara vissum að það er einhver að fara að redda þig, sko. Er það? Nei, mikið er það ekki. Ég held að ég bjóði nú på ansi Martin á bæts, en ég get ekki trúið að það sé. Þetta er alveg, hér er hugsað vel fólkið. Jæja. Ég er að passa upp á að, geimir að rafíþrótta fólk sé í kjör aðstæðum í að reyna alltaf. Það er alveg klart. Okkar alltaf besta fólk að bæta í 100% bara með nákvæmlega sem þú þarft. Þú þarf bara að biðja það. 4-4 hérna. FSU náðu vissulega opnun og ránd hérna. Jafnt í liðum eins og er.
FSU ekki ennþá fengið bara sitt svona almennilegt kaupránd. Nei, ég líka bara trúi ekki að ég búið að kaupa XM í þetta til þess að reyna að laga hann halla. Við verðum bara að vera herlir. Ég ætla bara að vera sammálaðir í þessu. Bara taka út þefarann. Þetta svona komið á það tímbil að þeir þurfa jafnvel að fara að prófa ykkur nýja taktíkar. Ákveð að sækja ekki vopni onni stiga, en í staðinn að koma inn á geggjari tímasendingu og ætti að ná fraggi hér eða hvað? Nei, Tix tekur hann út. Takk hann á rítikina hjá Kassa og Shimon, en það vissulega 3 á lífi hjá tækniskólanum í postplantinu. Þetta er að halda. Já. Erum með vappa, vissulega á Kassa, ná honum og það er ákvörðunni tekið. Við ætlum að heyrðu þennan vappa, hlöfmennin næsta ránd. Við verðum að ná einu rándið hérna. En við erum að tala það að staðan er að fara í 9-1. Þetta er alveg skiljalegt að halda þessu, skilju, en á hvaða tímapunkti Móratinn bara komið það langt niður að þetta er bara konar vondastað og wow. Hér kemur sending beint að bæt. Eins og við segjum, okkar fólki að það passar upp á sitt fólk. Það gerir það alveg klart. eins og ég var að fara að segja, þú veist, þegar staðan er svona, myndur ekki alltaf bara góa þetta, þú veist, pæli bara í því, skilur. Bara, ég meina, hér verður eitthvað að gerast, en það er vappi og þeir var hann allar með hann í miðuna, nei, hann var ekki með hann í miðuna, kastaði grensunni sér sjálfan og mista hann svo rafta sig. Það voru Þefarir, skemmtilegt. Skemmtilegt, lætur vappan allavega að selja aðeins. Bara búin að taka á báða út og bíðið bara galopið, þarf ekki að molla hérna vinnur. Kérðu bara inn á rótið, bara koma, en aðeins nú að segja á skemmtilegu staðinni, tekin út. Tækniskólinn er bara að pakka, það verður að trafka á FSU hérna. Það er einfallega bara staðan, ekkert að segja annað við því. Ákveða þrátt fyrir að hafi klírað bíð hérna strax í byrjun að fara bara yfir aðeð. Rótið var búið að koma sér yfir. Og Cassius skipið í 2 eftir. Kitty komin í svo í bakið en svona var aggressífur hérna beint á mótið þeim. Ætlaði hérna að ná sér í eitt. Hvað þarf að gera hérna? Bomban, tíminn er hálfnaðar af henni. Skipið í á eftir að koma svo upp með hérna en að vissulega báð með Kit. Kallið komið að halda. Kallið komið að halda þegar við förum í 10-1. Já. Það er alveg þetta er völdun. Þetta er ekkert annað en hrein og klár völdun á Tækniskólanum hérna sem er að svara þessu Valorant tapi gríðarlega vel. En ef tölum að halda þessu, skilur við, þá er allavega einhver trú á því að það sé hægt að koma tilbaka, skilur við. Það er bara þannig. Frábær punktur. Þá er hugsunin bara þannig að hvert ránd skiptir máli, skilur við. 10-1. Loka rándið í síðasta hálfleik. Nei, fyrri hálfleik alltaf þessi síðasta hálfleik. Síðasta fyrri hálfleik frís. Þessa tímabils. Sáðu á 2 niður. Og þú veist, og samt nær Kitty feimur hérna kassi síðan. En nær einum minni greina hérna vel niður, verður ekki bara keypt eftir þessu eða hvað og meðan er vörnin algjörlega tætt. Sjáum það að Rótið er að koma hérna yfir frá skipið í. Hérna mæta hérna. Kallið komið hérna frá Tækniskólanum, bara bakka með þetta. Róa, lesa, hvað er opnunin? Tix tæpur þarna. Þetta var svona exploder play hann á Tix sem að þetta hefði endað í haustum á liðsfélaginu. Skemmtilegt. Það átti að ná tófur niður þetta. Hypo að koma hérna. Tekur að báða það ekki bara nei. Snúið sér núna. Hérna á milli Steins og Sleggju. Hypo tekur hann út, Kassi kemur síðan röltandi hérna inn í smókin og er hann ekki bara að fara að sjá hérna líka hérna 3K-ð á Hypo hérna í restina til þess að loka fyrri hálfleik 11-1 Egill.
Þetta er svakalegur fyrir áleikur hérna hjá tækniskólanum. Og þetta er bara, þetta er ekki síðast leikurinn sem við erum að búast við hérna í þessum úrslitum. Nei. Það var ekkert sem bætti til þess að vera bara Sjáum þetta skori, Hypo komin í 19, fröggin. Svakaleg, búin að vera alveg rosaleg, búin að leita þetta svoleiðis uppi. Ætlaði að fara að segja þetta út á að maður er ekki með tækniskóla logo eða í merkjunu, en það er erfitt að keppa við JC, sko. Já. Nýbúin að vera páskar og svona. Kann að meta kassa, þetta er góð prófamynd. Hvað er kassi? Já, þetta Hvað er kassi? Það fer ekkert á milli mála. Hins vegar, allt getur gæst hérna þegar við erum komin í stollurnar okkar, eins og við köllum þær, hér í frís. Ég verð alvöru fúll, það er ekki ein XM í úrslitaleikum. Ég verði eiginlega sammála. Erum við að tala um gamla góða snákinn? Við erum að tala um gamla góða snákinn. Kitty fyrir að leita af upplýsingunum og Ice Nose galop með það, þannig að Rótiti þarf að koma inn að hratti núna, en það er ennþá 2 leikmenn FSU uppi í apps og bomban er önnur aðeins. Þetta er Plant A. Plant A. Sniður. Heyri í honum, hann heyrir í honum, Tófu veit að þeim. Halda þeir eigi sæti laust hérna og það verður þeim að falli því að þetta, hann verður að hitta þarna! Kassi tekur hann síðan út og þetta er þá Hypo 1 á 3, bomban að fara niður og þetta er lýsandi fyrir hann að leiki. Svakalegt. En við skulum ekki gefa okkur neitt þegar Hypo er annars vegar. Sýnist hann bara ætla að taka þér rólega, sko. Fínast að byssa. Ég hef aldrei átt hanska. Ekki heldur. Er það ekki eitthvað svona sem við þurfum að gera það? Nei, það er ekki, þú veist. Það tala að þú veist, bara manly að vera ekki hönskum, skilur, bara veiða og svona hluti. Já. Bara, ég var svona dissaði fyrir að mæti hönskum í veiði vetur. Já. Dó samt í putturum með þessu kallt, sko. Einmitt. Eða bara við erum ekki nú ríki Kitty á botni einhverja klikka hans, sko. Það lítur að vera, sko. En nú er félagið minn í veiði, sko. Í dag? Já. Já, hann er með kallt á puttunum. Já. Hann er ekki hönskur samt, þannig að hann er típa, sko. Já. Þorlákur er hann að spila inn í efstu deild í síðastum. Þetta er aldrei farið í hanska, sko. Ertu veiðimaður, það? Mikil. Já, ok. Mikil bara. Við flotti saman í á stöng. Hörgupar. Já, hörgupar. Algjörlega, maður. Ég er langbestur upp á landi í veiði, sko. Já. Bara geggjaðu það. Ég er líka bara ekki margir sem við vil hafa þétt við bakið á mér jafn mikið eins og þig, sko. Nei. Ég tók Maríuna í norður á fyrir 2 árum síðan. Já, náðu með þig. Maður Sönnrey mendaði tvisvar á landi og hann hoppaði svoleiðis upp úr hillunum, sko. Geggjað. Það er eitthvað áhugaverða samtal, heldur það sem er að gera þessar fólk. Tækniskólinn vissulega. Þegar FSU vissulega kom með 2 rándina og Kassi að fara langleiðina með að bæta við því 3. En tækniskólinn náttúrulega bara í þessari stöðu var ekkert að spreða í þetta. Það var bara full spar, nánast. Jep. Það þýðir þá líka bara kaup núna, allt á vappi. En gríðarlega sterkt hjá FSU að tengja hérna 2 ránd saman. Það gefur mann alltaf smá svona confidence boost. Og þetta er leikur sjálfsöryggi, sko. Já. Þú veist, maður getur ekki geta neitt í þessu, svo hittur allt í einu 2-3 fröggarna og þú ert bara allt í einu orðin bara fun heitur, skilur. Já. Ég heit það sem ekki hugsaði með Sönnrey bara. Sleipir einhvern hýrlagur núna, sko. Já. Bara. Ég vil vera það næst, maður. Og þetta er létt, þetta er gáratúpa. Það er á yfirbúrinu. Nei, ég veit ekkert það, maður. Ég þurfti að skrifa þetta hjá mér í notes-skrifstunina til að vita hvað ég var að gera, sko. Og svo bara beint í brennsluna bara, hérna. Kallar ekki bara teki Maríulagsinn hérna í... Það var nákvæmlega. Í norðrónum helgina og bara... Rókan í skeifunni hana. 3-3 hérna þegar að FSU eru búin að opna sætið. Elísan enda getur hægt á sig þá. Það er að taka þetta Ice Nose og þetta er að tefja plantið og setur plantið á verið stað. Verður að fara inn á hérna því að það er ekki verið að covera allar áttir. Svo þetta er vissulega komið niður en bara getur ekki sénsinu þetta. Kassi veit nákvæmlega hvað þessi er og klára það. Hypo hérna hins vegar núna 1 á móti Kassa. Hver hefur betur? Vákar er bara nálátt niður. Smóka sig af og deffa. Hann heldur að sé að feika þetta. Hann heldur að sé að feika þetta. Hann er að ná þessu bara. Nei. Hvar er killið? Þetta er nýfur! Þetta er nýfur á síðustu sekundunni! Það var svo dæft. Wow! Tækniskólinn svo sem hlæra þessu.
En þetta var rosalega tæft maður. FSU enda sér hérna í 4. rándu sitt, búin að ná 3 í röð. Setur tækniskóla. Var ekki með kit? Nei, mér síndist það með kit, var ég bara í ykkur rugli? Var þetta ekki eitthvað grunnsalega lengi fyrir kit? Það gerist bara hægt í þessari spennu, eða? En FSU að komast tilbaka á þessa grensu. Það er bara engin, nægilega djúb. Sjáum og þeir var að koma með Sigvald, en kittin á að taka þetta viðbót. Þannig að þetta eru 2 rifflar sem að falla þarna í þessu spari. En staðan er 11-5. Og 5, þá er þetta ekki lengur niðurlæging og þetta sé vissulega ekki gott. Það er nefnilega málið, alveg hygglust. Það er stutt á milli í þessum. Já, og FSU núna með, byrjandi báðum vængjum, Vappi báðum meginn, fullkift. Allt til alls hérna. Var drukkin eitt Red Bull hérna á milli. Veitið þið vængi? Eitthvað var það. Þú sagði byrjandi báðum? Nei, bara. Nei. Og bara geggju tenging með ljósleðum og allt sem hún fari alltaf. Kitty kom með fyrsta fraggi, tækniskólinn búinn að ná hérna. Og þetta er Vappinn hjá FSU sem að fer út þarna, en vissulega Shime búinn að pikka hann upp. Þetta er að víst að það sé að fara að hjálpa mikið. Skipiti fer hérna hægt og rólega inn í húsið. Tofu sá þarna einhverja lappir. Þeir bíða hérna bara sall og rólegir í tækniskólanum. Hægbo heldur bara áfram komin í bakið á þeim. Næ líka kassa þarna vel niður og Elisen klárar. Þetta er virkilega vel spilað hjá tækniskólanum. En nú er spurning, þarna sá hann í byrjunna, já, Skipiti og hann tekur hann út. Ice-Nosey 1 eftir á móti 5 spilurum tækniskólans. Það yrði eitthvað. Það yrði eitthvað að myndi gera eitthvað út úr þessu rándi. Vitum hann. Kimbo sena núna, nei, hann náttúrulega er upp á kötu hana. Það verður að leika sér að ég bráði hann í hana. Hefur satt. Tekur þetta Ice-Nosey Tekniskólan í matchpoint 1 rándi viðbót til Tekniskólans. Og við erum að horfa á Odda leikinn. Tekniskólan allavega búinn að tryggja framlengingu hér og ég hef með nóga rándum til þess að ná í þetta síðasta. Blóti, ég vildi bara láta þið vita, Masti, ég held að þetta væri rosa, þetta skinn hann að Vappið minn var eitthvað. Já. Það er bara, þú veist, þetta er okkur í 2 tilbúið Dominos og þá erum við svona á pari. Þetta er þannig? Já, ok. Hei, allt er góðum maður. Nei, ég tekið ekkert illa, sko. Ég bara vissulega samt sem móður. Þú hélst þú væri með meira valjú? Já, bara í þessum stýrihústum og svona. Ég væri allavega með inborgun einhvers staðar, en það er bara, svona er þetta. Bara, ég var bara að kaupa mér að krypto og eitthvað. Þú getur ekki unnið allt í þessu lífi. Nei, það er rétt. Bréfin eru búin að vera græn á Kristjánsensvagninu mjög lengi núna. Plasturinn og tekst til varnar. Er það bara að ná okkur alveg stöð? Nei, Ice-Nosey með þá opnum. Það er fleiri. Komið 2 pikk hérna. Eða knúlega galopið bombun að fara niður. Við erum allt og lítið að vinna með eitthvað kassi, að planta á kassa og eitthvað. Já, bara verður að segja. Það er alveg harðið 2, sko. Það er búið að kippa 2 eftir á móti fullu liði FSU. Og pælur öllum uppunum í sig. Já. Ég og þú, strákaferð. Já. Værum við ekki alltaf að fara bæinn sem Inferno? Inferno, alltaf. Það ekki? Já. Veistu hvaða bær þetta er? Nei, þetta er örugglega eitthvað Suður Ítalía, sko. Þetta er það alltaf. Þú sér það alveg svona. Ógeðslega góðið það, sko. Já, flott í það. Ítalía er líka bara staðurum, sko. Ángríns. Íslendingar er alltaf að flikkjast alveg hægri vinstri hérna. Til Spánar og Tene og eitthvað, við erum svolítið að gleyma Ítalíu þessu, sko. FSU hins vegar koma sér í 6 ránd hérna og eins og vorum að segja hérna, það er þannig taktík og bara eðlilega, hvert einasta ránd skiptir máli. Ég veit það að Tekniskólinn væri alveg til í að klára þetta sem fyrst, koma þessi í oddaleikinn. Ég er með fínasta kaup hérna á leiðin inn í
Ég trillist í alveg að verði ekki X sem í úrslitum. Já, ég svona smá sammála. Þá þetta sennilega síðasti frí síðast eitthvað sem í lísi, sko. Já, það bara því miður. Það bara upptegna brífið. Þannig hefði Kiddi alveg tekið 4, en Þefarinn tók hann bara út fyrir hann. Svakalegt. Jafnvel liðum rótið að koma, en þetta náttúrulega það sem við sáum tækniskólan gera aftur, bara ná bananum, en hérna ætlar FSU bara að keyra inn á og Kiddi bara að eigna sér þetta hérna. Skilja stór, hundar. Kannski að koma bombunni niður og Shimon nær að jafna í liðin. Það þannig. 2 og 2 hérna. Það alltaf erfitt rítekið inn á biðið hérna í Inferno. Já, peningurinn svolítið erfiður hjá tækniskólanum með að tapa hérna núna hæborunum með nóg, en það var alveg sterkt að halda hérna, en á sama tíma þá bara þetta 2 og 2 og þú getur unnið leikinn, skilur við. Það málið. Ég myndi ekki hafa það í mér að geta bara fallið tilbaka annars, sko. Fyrsta frækki komið hérna, en þetta var treytið. Tix tekur síðan út Shimon, hann ekki með tími í þetta. FSU 7. Það kannski bara sniðugt að halda hana. Já, þú segir það. Það alltaf auðvelt að vera vitur eftir það, skilur. Já, en ég var vitur fyrirfram sem er ennþá Varst þetta ekkert alveg vitur fyrirfram? Ég var bara með Þú sagði bara punktinn, skilur. En þú sagðir ekki bara ég myndi halda, skilur. Var bara að segja eitthvað og lítur vel út í dag. Takk fyrir það sem við leys. Alveg þráttur í svona, á ég að vera meira svona lasinn bara. En það bara málið. Ég veit ekki. Það sé frúinni og kemur heim bara. En jú, þetta svona, þessi whisky voice, hún er rosa djúp. Getur tekið flottan Josh Turner. Lesa auðlýsingar og eitthvað. Kiddi hérna bara að taka út Shimon. Þetta ætti nú að vera hægt að koma FSU og óvart að Kiddi loki bannum með þessum vappa. Þetta eitthvað hérna. Já. Kiddi skilst bara. Bakkar svært. Já. Þetta rándið sem þeir ætla að vinna tækniskólinn. Já, verðist vera. Hérna hins vegar FSU komnir upp miðuna. Vita að þarna, sjáum það skipti Fortnite hérna upp í apartment. Kontaktin kemur hérna, rótið ekki lagt að staða bíðinni, en Tofu ekkert að grínast þetta! Stór! Rísastór sem skilur skipið í einun eftir hérna upp í húsi. Þeir eru tækniskólinn með aðra hendina á þessum leik hérna núna. Og aðeins meira en það. Þefarinn hins vegar að minnka munin, 30 sekúndur á klukkunni. Svakalega frífæðan við Hæbó. Þetta er erfið stað með vappan hana. Hérna kemur komið Tix búinn að taka út skipið í Þefarinn með bombuna á sér. 10 sekundur á klukkunni. Hæbó tekur hann út. Við erum að fara í 8 leik. Alvöru stemming. 1-1 hérna í frís. Svona á þetta að vera í úrslitum. Við eigum ekkert að vera að fá okkur 2-0 leik hérna, sko. Nei. Og þeir fagna þessu almennilega, sjá þá skyrtan alveg svoleiðis var talan komið 2 niður, sástu það? Nei, þetta eru bara heiðusmenn. Það er bara heiðusmenn. Það er bara virðingu fyrir þeirri athöfn sem er í gangi hérna, en rosalegu leikur og Hæbó hann að draga bara vagnin hjá tækniskólanum, við svona allt liðið að hitta á fullu, en hvað tók bara 40 mínútur fyrir FSU bara að vakna hérna? Já, það var svolítið staðan. Þetta var bara allt og dýr fyrirhálugur hérna fyrir FSU. Þú veist, bara og hvað voru að kasta frá sér þessi rándarna sem að kannski hefðu mögulega geta gert eitthvað í þegar þeir voru í þessu spari hérna, alveg allt og mikið, sko. Einhvern veginn, skilur. Þeir fengu ekkert fyrir þessu spör. Þeir voru að taka bara og baka tilbaka með byssunar. Þeir fengu ekkert fyrir það. Ekkert. Þannig að þetta var, en ég meina, þú veist, tækniskólinn bara mjög verðskuldaður sigur hérna. 100% og fara þá í gegnum þetta síðastlið og fara í gegnum allt tímabilið í frís án þess að tapa mappi. Það er svakalegt, maður. Það er rosalegt, en þannig að þessi lið mættust í Rocket League núna, já, tímabilinu, þá var það, 2-1. Það voru í oddaleiknum okkar í dag. Það er Rocket League hér eftir örstuðli.
Þetta bara ykkar kingdom. Og jákvæðisringur lokast. Eru þið tilbúin í þetta? Þetta er svo opbúrslega gerfilegt að hann sé svona hár. Þetta bara passa. Ég hef alltaf verið miklu hærri. Og ég byrja, ég byrja. Hann náttúrulega alltaf að fara alla leið. I ain't taking the rap for this. Þetta er roadkill. Trúið mér Stefán, mér líður samt ekki jafn illa þegar ég er að hlaupa. Sigur! Það er einhvern veginn allt svo auðvelt með henni, sko. Og í kringum hana. Ég var mjög heppinn. The NBA play-in tournament, ladies and gentlemen. 8 teams fighting for the last 2 playoff spots in each conference. The stakes are massive. Massive. This is playoff level drama. Before we even get to the playoffs. Giant, monstrous, mammoth. That's humongous. All right, Shaq, we get it. You know big, but nothing is bigger than the playoffs. You need to win to get in. Við tökum öll þátt í að vefa framtíðina. Enginn veit nákvæmlega hvernig hún verður. Hvaða möguleikar skapast. Hvernig fléttast saman. Eitt getum við samt verið vissum. Framtíðin verður með ólíkindum. Möguleikarnir endalausir. Tækifærin sem tækniframfarirnar skapa verða þó ekki raunveruleg fyrr en þær eru komnar til þín. Þú þarft að hafa hnökralausan aðgang að framtíðinni, hvaða tækifæri sem þú vilt grípa. Þess vegna leggjum við þúsundir ljósleiðara þráða landið. Vefum þétt net sem tryggir að hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Signore borgarstjóri, með þessum turni geri ég Písa heimsfræga og þig líka. Æ, slíki turnar eru þegar til í Róm, Feneyjum og Flórens. En þessi verður sívalur. Æ, ég veit ekki. Kannski hjálpar Red Bull þér að taka annan snúning á þessu. Nú veit ég. Við gerum þetta auðvitað svona. Perfetto. Red Bull veitir vængi. Ég vissi ekki að ég geti hlaupið tæplega 300 km, sko. En mér finnst það mjög lítið núna. Ný heimildarmynd eftir Sigrúnu Ósku Kristjánsdóttur ofurhlauparan Maríersk. Þetta mun ekki og er ekki það erfiðasta sem maður þarf að ganga gegnum lífinu að hlaupa í hlaup, sko. Sigrún Ósk fylgir Mari eftir í 1 ár, fer með henni í stærsta hlaup hennar til þessa. Markmiðið er sem sagt 65 tímar. Heimsækir SOS barnaþorpið sem hún ólst upp í. Komum náttúrulega hingað bara svelt, sko. Hann stakk hnífinn í lungun að babba tvisvar. Og kafar í magnaða sögu þessarar ótrúlegu íþróttakonu. Þú ælir bara. Hvað er það sem að drífur þig áfram? Ég held að sé bara ástríða. Líka bara einmitt, hvað getur maður? Mari, 1. maí á Stöð 2. Ég hef alla tíð verið með sjúklega mikla bíladöllu. Í þessum þáttum ætlum við að kynnast alls konar faratækjum. Ég heiti Magnea og þetta er 0 upp í 100.
Býtur ekki á? Nei, ekkert. Fiskunum leiðið sjálfsagt jafn mikið mér. Ég held þú þurfir Red Bull. Orkudrykkin. Ég þarf ekki Red Bull til að veiða. Ekki fyrir þig, fyrir þá. Fyrir fiskana. Býtu, fylgstu með. Red Bull veitir vængi. Ekki slæmt en... Ekki svo gott heldur. Það komið að stóru stundinni, það Odda leikur í úrslitum. Það tækniskólinn sem að lyftir, ég ekki bara kalla það stikkinu. Stikkinu. Gjörsama stikkinu. Búin að ákveða það, þetta orðið formlegt nafn á byggarinn. Stikkinu. Í þriðja skiptið þegar FSU að fara að skrá nafn sitt á byggarinn í fyrsta sinn hér í kvöld. Það bara Rocket League sem að skilu það að það ég þrái að fá einhvern galinn oddaleik. Við viljum oddaleik í oddaleik. Oddaleik í oddaleik og helst að það ráðist eftir flautu. Já, af því að fyrir þá sem eru nýr í þessu skilur núna, þá Rocket League líka best of 3. Já, stuttileikir, 5 minnaleikir. Og það þarf að vinna 2. Já. Það bara þannig að þessi markatalan skiptir engu máli. Þetta bara sigur sko. Þetta bara spurning sigur og þessi lið eru bara búin að vera head to head í þessum leikjum sko. Þú veist, þetta bara gæti ekki verið betra úrslitakvöld eins og staðan nákvæmlega núna. Nei, við slum fá upp hópin. Við fengum rosalega Rocket League leikina fyrir viku síðan og við slum sjá hvernig liðin líta út í kvöld. Þetta verður alltaf verið þannig að við fengið svona 5-6 nöfn. Já, ég fór inn og ég kannaði þetta. Vissulega ég að sjá hérna núna að þetta ekki alveg það sem var að koma upp á skjáin sko. En ég get sagt þér hjá tækniskólanum þá það Daxikási, Insane og Tásur, ekki? Það þessi 3 sem eiga að byrja hann. Okay. Og hinum meginn þá það sjálfsögðu dúoðið Stjáni Blái og Dabbi Kaldi eins og við sáum hérna vel síðast. Ég held að Gató sé 3. Ég held það. Stjáni Blái var rosalegur hérna síðast maður. Var það ekki Stjáni eða var það Dabbi? Þeir voru báðir rosalegir. En veistu hvernig ég að tala sem var bara svona alveg yfirburða í þessum leikið það í síðustu viku? Mér minnir að það verið Stjáni Blái. Og það, ég meina, við vorum eitthvað að ræða þetta fyrir einhverju síðan, í fyrra gott eða kannski hitti fyrir frekar. Þá vorum við með nokkra úrvalsdeildarleikmenn í Rocket League í deildinni. Erum við með eitthvað svoleiðis núna? Það frábær spurning. Frábær spurning. Ég held að sé 1 njú. Insane. Insane sem vissulega að spila í kvöld með tækniskólanum. Ok. Og það náttúrulega, þegar við vorum með þannig leikmennina og þá var gigantískur munur þar á sko. En ég meina, þú veist, ég hef spilað þennan leik einu sinni. Ég næ ekki gameplayinu, sko. Ég bara skil ekki hvernig þetta gerð. Mér finnst bara ótrúlegt að það var svo mikið virðing, sko. Fyrir mönnum sem spila þetta og gera þetta. Bara mekaník, bara gæðin eru ansið mikið við sem skipta inn á völlið. Það Champions Field. Því að þetta úrslitaleikur. Það bara þannig. Úrslitaboltinn. Heyrðu, þarna fáum við bara frísum. Þarna okkar allra besti. Gató og Insane báður hann inn á Daxi. Þetta svo hérna Daxikási síðan að tækniskólinn blá hérna FSU, Appisunu gul og það allt undir hérna núna. Frís ræðist á þessum leik. Hérna kemur fyrsta sóknin, þetta hörkuskot hérna frá tækniskólanum en Dabbi Kaldi nærað kýla þennan frá. Mikil sóknar frá tækniskólanum í byrjun en Gatónar að hreinsa hérna vel yfir. Nú nær FSU að steilla með sóknina núna. Stjáni með skoti slóna. Býðum við. Það svo glundróðina fyrir að markið. Veitu, var þetta tætt fjálfsmarka? Sjá, Evu sína þarna. Já, þetta drippla Evu. Já, þessu verið að dripplinni. Herðu, Dabbi komin hérna í hörkusókn, hann að fara að enda, nei. Og býðum við! Stjáni Blái, hann bara bjóst ekki við að fá boltan þarna fyrir sig. Nei. En Insane bara í íkunum þættum hérna! Þetta stöngin út! Þetta svakalt hérna á báða bóa fyrstu mínútuna. Þetta orra hríð hérna fyrstu mínútuna. Kitty var ekki með hjart í þetta. Ó nei. Okkar maður þurfti aðeins að skreppa. Já. Þetta aðeins svo mikið orkudröngin í byrjun.
Það svolítið staðan. En byrjum við, hérna kemur Dabbi Kaldi reynir að ná sér, sko, tækniskólinn virðist vera svona aðeins yfirvegaðið sem að gera, en FSU greinilega með skyndisóknar alveg á hreinu. Sjáum við hvernig kemur inn yfir Dabbi Kaldi að kýla hérna frá samt sem áður, tækniskólinn í hörku tækifærana. Vissulega hittir ekki boltan vel hér, en hérna! Missa báður af honum þarna. Hver kemur og fylgir á eftir, það er enginn, en Daxi Kási að koma þetta ferðinni til sláinn! Út! Rosalega, hvað erum við búin að fá 3 sláskot hérna á 1,5 mínútu. Sápukúlur, ekki á byggarspjaldinu minni í kvöld. Tæft hérna. En Sein ákveður að setja hann bara upp í loftið. Við erum bara að halda honum þar. Fyrir einhverja rosalegustu dýfus í séð. Gató hérna, já, reynir að ná að klippa hann á Dabbi Kaldi hins vegar. Gera hann fram og þetta er bara ekki enda hérna á markinu. Jæja, 3 manna sókn hérna hjá tækniskólum og þessi bolti Stjáni Blái mættur upp með hörkuvörslu. Bara Alisson varsla. Hver er Alisson? Já, það er við að segja ræja bara. Bæinn fór áfram á hann. Takk fyrir það. Yes. Hérna, hvernig gengur ykkur? Herru, erum við ekki bara í svipur hólfi? Erum við það inn í þessu? Dabbi nær hins vegar að hreinsa þetta hérna frá. Mér smá svona, með við fyrstu svona 40 mínúturnar, þá eru smá miðjum í gangi hérna núna. Bíðum við, hérna er galopið! Ég segja það! Daxi kemur tækniskólanum í 1-0. Hér í fyrsta leik í Rocket League. Og hérna verðum við bara að segja eins og þarna er FSU bara svolítið að sofna á verðinum og Daxi er ekki lengi að refsa því. Það er svo oft þannig þegar það byrjar eitthvað svona miðjumóð, skilur, maður missi kannski smá einbeitingu. Þetta er líka búið að vera svo fram og tilbaka eitthvað. Ég ætla að taka fram hérna, ég kann að meta þetta nýja update sem er komið hérna, svo við sjáum alltaf boostið á öllum leikmönnum við hliðina á nafninu þeirra. Já, einmitt. Það er þægilegt, sko. Já. Þannig, Stjáni, tómur. Daxi bara fullur og... eins og vel að. Hérna... Hörku skotana. Mátti heldur samt ekki að vera skot. Það er þetta skemmtilegast. Stjáni Blái kýla frá 90 sekúndur á klukkunni sem að FSU hefur til að svara eða tækniskólinn hefur til að tryggja. Dabbi kemur hann fyrir en Sein svarar hérna með góðri vörn. Það er hérna í svona interception á milli. Gató hefði þetta verið nær hérna en var liggjandi aftur í vörninni og þá er Daxi hérna að keyra áfram með boltan að koma hann fyrir. Það er svarið og Stjáni Blái kýla hann áfram en Tásur mæta hérna. Tásunar eru mættar. Tásunar eru mættar. Það er mínúta eftir af fyrsta leiknum í úrslitaleik Frís í Rocket League. Það er 8 leikur í gangi akkurat núna. Leikur 1. Já, 3 möguleikum hérna. Það var að vinna 2 leiki. FSU komst 1 yfir í Valorant. Tækniskólinn jafnaði CS. Og núna er tækniskólinn 1-0 yfir í fyrsta leiknum hér í Rocket League. En boltinn er að keyra að markinu þeirra. Kemur þetta fyrir, er einhvern að fylgja svo eftir. Mætir þarna og hérna er skotið. Þetta er þvílíkvast en það fylgir og eftir. FSU að jafna hérna þeirra 30 sekúndur eftir að leiknum. Og það er Stjáni Blái, en það ekki... Stjáni okkar Blái maður. Þeir henda sér 3 fyrir skoti og Gató hana og það var allt galopið þegar boltinn fellur aftur til frákasti bara beint í hendurnar. 30 sekúndur eftir á klukkunni. Ekki með hendur annars sem er mjög skemmtilegt. Svo bara goldegól ekki, það er ennþá... Jú. Þannig er og það er framlengi hverjum hluta hérna ef að þess þarf en hérna er FSU og Dabbi Kaldi svo nálægt í að bara koma. Ég boltaði strax aftur við línuna hérna. Tásur að sprengja og þetta. En það er þvílík varsla hérna frá Stjána Bláa. 6 sekúndur á klukkunni og hérna. Gató! Nei, þeir skora! Ha? Býttu hvað? Ha? Er Gató ekki bara stopp? Tásurina. Tikkið. Tækniskólinn þegar 4 sekúndur eftir. Svakalegt. Þeir fögnuðu sig einu sinni. Er það nokkuð það? Ha? Þetta er rosalegt þeir að tryggja sér að öllum líkindum eða hvað? Boltinn. Hanna, kýlar hann niður, Tækniskólinn 1. FSU 0 hér.
Wow! Þetta var leikur maður 4 sekúndur eftir þegar tekniskólinn ákveður að klára þetta bara. Það er sussað í kameruna, alveg svo að gera þetta. Virðist vera að fara bara beinustu leið í leik 2. Tekniskólinn komið með nokkrar fingur á stikkið okkar góða. Stikkið. Já. Er þetta lokaleikurinn ef að Tekniskólinn vinnur þennan? Og er Tekniskólinn að tryggja sér frístitil í 3. sinn á 4 árum. Það er svakalegt. Og býðum við, þetta er bara skot strax frá Stjána Bláa. Tá sem búin að verja. Það er að tikkunum hérna Dabbi kaldi, en þetta er galopið núna nema Gato geti komið þessi burtu. Honum er komið í burtu. Stál í stál hérna. Þetta ekki við verið að búast þegar stikkið í boði. Já. Það er bara að rekja svoleiðis á jörðinni. Daxi að kílómetri fram. Gato missar á honum! Sein fer Dabbi kaldi! Fljótur að koma sér tilbaka. Fyrir mæting. Það er að svara þessu bara. Stjáni kominn inn í. Næra boltanum fyrir. Gerir það hins vegar ekki. Tásutnar mættar. Gato missar á honum. Dabbi kaldi mættur inn í staðinn. En Sein og Stjáni Blái fara hann upp í sama boltan og en Sein síðan fyrir Stjána þegar hann að stoppa. Daxa hérna frá að gera boltan inn í. Auðvitað er háspenna hérna í úrslitaleiknum. 3 mínútur og 20 sekúndur á klukkun, ekkert mark komið í þennan leik hérna ennþá eða hvað? Sjáu þess að vörslu maður. Erum við ekki bara að fara að kalla á Stjána og Dabba? Verður að fara að gera það sko. Þetta er vond sko. Gato hérna búinn að kýla hann frá. Það er sem ekki pressa hérna undir núna. Liðin bæði svona að halda kannski svolítið að sér. FSU er ekki bara með allt Selfoss að horfa á sig, það er bara öll landsbyggðin. Það er allt um að viðbarinn. Landsbyggðina, en Stjáni. Hérna! Það er að fylgja eftir Gato, nei er svarið. Tekniskólinn með þétta vörnina. Dabbi að kýla boltan fram aftur. Tapar hann hérna Stjáni Blái, eins og er búinn að ná honum frá. En Sein hann að bömpar hann vel, kemur sér í stöðuna. En það er engin mættur að fylgja. Pótusum bara, en nær. Býðum við, þetta eru mistök. Gato hérna nær eins og það er að koma þessu burtu frá marki FSU. Dabbi kaldi með skotið hérna. En ekki. Þetta er bara stál í stálir. Þetta var svona áður en að fyrsta marki komaðan. Það var búið að vera svona smá miðjumóð. Gato hins vegar, hann er að hreinsa þetta frá. Stjáni kemur sér fyrir hérna. Gerði þetta vel. Kemur hann hérna fyrir. Já. Vippa svo yfir þennan, heldur svo bara áfram. Stjáni. Þetta var svona Guardiola-stíllinn. Þetta var svakalegt. Spila út úr markinu. Já. Hérna er tækifærið, en Daxi betri en enginn þarna. FSU hérna með 90 sekundur og þá kemur Dabbi kaldi keyrir hann fram. Daxi og Sein eins og báðir mættir í hérna fínasta skot. En hvað er Gato til að fylgja eftir það? Langt í hann. En þetta er að búið til að opnun hinum megin eða hvað? Vörnin að koma tilbaka hérna. Og FSU að ná að kýla hérna frá. Boltinn aftur inn á miðjuna. Ná hann hérna upp fyrir miðju FSU. Men minnum að það er engin markatala í þessu. Það er bara sigrarnir. Og það er staðan 1-0 fyrir Tekniskólinu núna. Nota eftir af þessum venjulega leiktíma í leik 2. Jafntefli dugir ekki Tekniskólinu hér, það er bara framlengt á leið. Og hérna kemur svo skoti frá FSU. En Sein mættur þarna í vörnina. Geta FSU tryggt 8 leikinn hérna, eða er Tekniskólinn að fara að klára þetta, það vantar mann í liðið hjá þeim og hérna er skotið, þetta er stöngin út hérna á Tekniskólinnum og í staðinn keyra FSU upp í 8 markinu og hérna er skotið, þetta er framhjá
Daxey núna, hann er næstar út af markinu eða hvað? Þarf að fara með hann vel upp í hornið hérna. Og þá keyra FSU áfram. 18 sekúndur á klukkunni. Erum við að fara í framlengingu, það getur verið. Það var mark skorað með 4 sekúndur eftir áðan, það kom aftur hérna. Tásvörðurinn að keyra fram hérna. Sprengtur, Stefán Blái kýlir boltan áfram. Hann er í loftinu, þetta er 1 skot, þetta er 1 tækifæri. Það er framlenging. Golden goal, dömur og herrar. Fyrsta liðið til að skora, tekur þennan leik. Það er FSU að koma þessi í 8-leikinn eða er tækniskólinn að fara að skora hér. Hérna er markið! FSU! Tryggja 8-leikinn! Þetta förum við alla leið! Það er bara þannig, það er búið að vera sagan í allt kvöld. Það er enginn að snussa inn í tækniskóla í herbygginu núna. Nei. FSU eru búinir að jafna þennan leik. Það getur allt gerst hérna núna, Egill. Við eigum einungis 5 mínútur eftir af Rocket League í Frís 2024. Hvort verður það? FSU eða tækniskólinn sem að lyftir risa stóra bikarnum. Liðin komur sér fyrir aðeins að ræða saman hlutina. Þetta er vassopi, þetta er að gera sér kláran. Já. Svo er þetta bara spurning að anda nú og djöfulli djúpt niður, sko. Mikið axlunar. Jæja, 5 mínútur á klukkunni. Það er ekkert núna. Þetta er bara 8 leikur. Það er bara liðið sem að vinna þennan leik er meistari Frís 2024. Tækniskólinn getur unnið þetta í 3. sinn. FSU í það fyrsta. Og hérna er bara komið skot strax. FSU áfram appelsínugulið, Tækniskólinn bláir. Þetta er meiraði sama stál í stál skoti hérna frá Tækniskólanum. Komið sér þetta fyrir. Var æfingabolti svona eftir að hyggja. En hérna, sóknin hröð. Allt galopið hérna vinstra megin hjá Tækniskólanum. Og Elsein búinn að sprengja. Það er bara að sprengja allar áttir. Elsein, hellu. Rekur hann hérna. Vippuna þarna maður. Auðvitað er Dabbi mættur. Auðvitað. Mínútur og 40 sekundur á klukkunni eftir af þessu tímabili og þetta er frábært færið Dabbi kallar Næbar ekki að taka niður Stjáni! Hann fylgir hann eftir núna er allt gal opið hinum meginn þar að keyra aftur inn í vörnina en Stjáni ákveður bara að snúa vörn í sóknina. Dabbi hérna með skotið en Elsein mættur í vörnina, kemur eitthvað fljúgandi eftir, nei, rekur hann eins og er yfir þá. Gato mættur hérna, Elsein með skotið, hérna koma tásundar en Dabbi mættur í vörnina. Dabbi einhvern veginn alltaf mættur á hárréttum tíma. Ég lítið yfir áhorfendur og það er ekki neglur eftir og einni hendi. Skotið hérna, Daxey mættur, vörnin búinn að vera til fyrirmyndar hjá báðum liðum hérna. Þetta er alveg úrslitaleikur, lítið mörk, það er alltaf hannig. Svakalegt. Ég má ekkert út að bregða. Hérna er þvílíkt og annaðins mark! Vá! Setur hann þetta bara upp fyrir sjálfa sig og svoleiðis bara skoplar honum hann inn í mark FSU. Tækniskólinn er 1-0 yfir. Tækniskólinn með þetta í höndu sér núna með rétta í bara 3 mínútur eftir á klukkunni. Og þetta er náttúrulega mun opnað því að hérna verður FSU að skora og þau vita sóknarþungi mun aukast og þá opnast tækifæri. Dabbi kaldi hérna að rekja hann fram. Hann er vörðinu á Tækniskólanum. Hún heitir Daxey. Dabbi kaldi hann segir hérna klæmast aðeins Gato búinn að ná að poti hann en Stjáni hérna hann segir mættur. Sóknin frá Tækniskólanum, Daxey komið fram hérna.
Vel gert hérna á Stjána sem að rekja inn, það ekki? Það er Þvílíkt mark hjá FSU hérna! Þetta á að fara algjörlega down the wire, sem sagt. Auðvitað! Auðvitað! 2 mínútur eftir, það er allt jaft. Og geggjumörk hér í odda leiknum. Dabbi hérna með vösluna eftir Ensein með gott skot hérna. En sko hérna ná að snúa marki FSU. Allting kemur hérna fyrir, Daxir í loftinu, fyrir og undan. Daxir nær svona aðeins að pota hann manna niður. Tásur. Svo hérna á miðinni. Það er alltaf eins og snyggt að vera að segja Tásur hérna, sko. Ekkert eðlilega. Tásur senda á Dabakalda. Já. Já, þetta er bara svona... Nóðningur hérna. Hvað sem að það er. Mínúta á klukkunni. Mínúta eftir að frýst 2024. Það bendir allt til þess að við séum að fara í Golden Goal upp á titilinn, Kristján. Við erum basically komin í Golden Goal upp á titilinn. Það er þannig. Tækniskólinn gegn FSU, þvílík úrslita rimma sem við erum að fá hérna. Og býður nú við! Daxi hittir ekki boltan þetta þegar hann rennur bara fyrir markið. Miskilningur í allar áttir. Stjáni tekur, fækkar í liðinu og Stjáni með skotið! Þetta er inni! FSU nokkra sekundur á klukkunni er að komast yfir hérna! Stjáni, nafni, að komast hérna með 22 sekundur á klukkunni! FSU er að vinna frís eins og staðan er núna, það eru 20 sekundur á leik eftir og Tækniskólinn er að komast beint í sókn hérna! Hér erum við að fara að fá nýtt nafn á bikarinn. 10 sekúndur eftir. Tækniskólinn verður að skora þetta gató með styrkot í slána. 5 á klukkunni. FSU vinnur frís 2024 og sjáiði stemminguna í fyrsta sinn. Já, Suðurlandið að ná í titilinn til sín. Tækniskólinn hendi öllu í þetta hitt, en Vá. Þvílíkt og hann aðeins þvílíkur úrslita leikur. Getum við séð aftur þarna undir að það er allt að gera svona. Ég vil sjá hvort að, herbyggja sér heilt enda. Já. Þeir eru allir farnir út, þeir eru bara gjörsamlega drífa sig hérna inn til þess að taka á móti bikarnum. Taka á móti stikkinu. Ég ætla að vona, við vitum að FSU er búið að leggja allt í Suðurlandið til þess að komast hingað. Þannig að spurningin er náttúrulega, er búið að bæta í styrkinn til að lyfta stikkinu, Það er stóra spurningin, Það er stóra spurningin, en því líkt og annað eins úrslita kvöld. FSU koma inn, vinna Való. Já. Segðu svo bara svo láta pakka sér í CS. Tækniskólinn kemur tilbaka. Algjörlega. Tækniskólinn mæti svo. Vinnur fyrsta leik í Rocket League. FSU á dramatískan hátt, næri þessu tilbaka í leik 2 og svo fáum við þennan oddaleik. Svakalega oddaleik. Hvað var mikið? Var ekki 22 sekundur eftir á klukkunni þegar þeir skora sigurmarki í frís 2024. Þetta var bara búið að vera svona down to wire eins og við töluðum minnaðan. Þetta var fullkominn úrslitaleikur og það er gaman að fá nýja meistara á bikar. Heldur betur, FSU meistararnir í ár. Við ætlum að færa okkur yfir til þeirra. Þau eru hérna, fyrstu stykkið. Hvernig er stemmingin hérna í þessum hópi? Rosalega! Var trúin allan tíman? Hver er viðtalsmanneskir þetta? Var trúin allan tíman? Hún var í síðastleiknum, hausinn fór annað.
Þannig að við svona hugsaðum, Rocket League, þetta verður mjög jafn leikur, bara 50-50 og þú veist, eftir fyrsta leikinn, þá voru svona við getum samt unnið, það þá 2 ránd eftir og við tókum þetta og ég veit ekki hvað ég get meira sagt, sko, ég held við þurfum bara púlsmælingu, Fjölbrautaskóli Suðurlands, FSU, sem eru meistararnir 2024, Varúð, þetta þungt, þetta stikkið. Og svo... FSU meistarar Frís 2024 til hamingju, við þökkum fyrir samfylgdina á tímabilinu, til hamingju FSU. Litla fucking kvöldið! Bara eins gott að gefa okkur góða leiki, sko. Takk fyrir.